Já, komið heil og sæl. Komið sæl. Þáttu númer 180 hefur hafið göngu sína. Já, stitts í 200. Já, það rosalega að við náðum 180. Það eitthvað sem ég á eftir í pílunni. Já. En mér hefur tekið það í hlaðvarpinu. Já, vel gert. Já, takk fyrir það. Og til hamingju sem leiðis. Já, takk. Sko árum lengra haldið, þá langar með að minna á Sútup og ég fann að finna fyrir smá pressu. Já. Mér finnst þess að þú veist alltaf glæsilegu til að fara í Sútup fötum. Já. Og mér líður stundum illa að vera við hliðina, bara svo að setja ekki stundum, já. Þannig að maður þarf að vera duglegri að kíkja á strákan í Sútup, tilbúin og sér sem með jakkaföt, skyrtur, yfirhafnir og fleira, gestur kvöldsins. Já. Það alveg myndalegu maður sem myndi sóma sér vel í fötum frá Sútup. Gætir sett hann reyndar í hvað sem en ekstra flottur í Sútup, sko. Svo er að sjálfsögðu með strúktúr. Já. Heyrðum strúktúrtónana. Engang þáttarins Stálgrindarhúsin. Mér langaði þess að byrja þáttina að tala um Stálgrindarhúsin frá DS Stahl í Danmörku. Þetta eru auðvitað allt frábæri vörumerki og vörur en sko endir að kynna ykkur sérstaklega DS Stahl. Já, mælum með því. Það er hins vegar komið að þætti kvöldsins. Gestur Chess After Dark í þætti 180 er Arnór Ingvi Traustason, atvinnumaður í knattspyrnu og spila með Norrköping í Svíþjóð. Vertu hjartanlega velkomin. Þakka kærlega fyrir. Hvernig liggur á þér? Bara ég helviti góður sko. Já, spenntur. Takk fyrir síðast, gaman eitt á laugardaginn. Já. Takk sem leiðis. Það var mikið fjör. Já, mikið fjör. Ég hef aldrei séð svona áður sko. Nei. Ég var að bæði Arnór Ingvi neita að taka höndina á aðdáanda. Já, var með eitthvað að stæla. Nei. Ég get útskýrt þá sögu sko. Ég var nýbúin á klósettinu. Bara við virðingu við þannig aðeins þá sagði ég vil þvó mér henduna Já, ok. Svo tók hann alveg í spaðan á sko, ég var bara að tjóka með þetta. Já, ég var búin að heyra þessu. Hvernig hvað fækstu langt sumar í? Eftir landsleikina og ég fer út núna á föstudaginn og byrja að æfa núna helgina. Já. Ekkert afsalega langt sko. Nei, það er ekkert. Nú eru bæði að spila í sumar- og vetrardeildum, hvort er skemmtilegra? Vetradeild. Það er ekki það? Jú. Fá bara sumar eiginlega alveg breyk. Já, það er einhvern veginn miklu meira að gera á sumrin. Já. Og veturinn er einhvern veginn bara lænaður upp. Það eru jól og það eru boð og Einmitt. Mikið í gangi sko. Þannig að ég mæli með taka vetradeild. Já, þú hefur valið. Áður en við förum yfir EM, heldur betur að nógu taka þar, fínt að byrja þar, en það er að sjálfsögðu í boði Tres Logos. Ég veit ekki hvað ég á að byrja þar, hvort ég að byrja á koktelnum eða hvort ég að byrja á stemningunni eða takkóunum. Já, þetta er náttúrulega eiginlega valið sko. Já, þetta er náttúrulega bara frábær staður í alla staði. Já. Og við þökkum þeim kærlega fyrir bara að vera til aðalega. Já. En byrjum á því, Arnór Ingvi, með hverjum heldur þú á EM? Ég held með Ítalíu. Já. Haldið dálítið með Ítalíu lengi sko. Eftir einhvern veginn 2006 þannig að heimsmeistaramótið sem við vinna. Já, geðvikt dæmi. Þeir eru bara svo svalir. Það er bara lúkið, hárið, búningarnir. Þeir eru bara, mjög svalir sko. Ítalía og frakkar, mér finnst það, þessi búningar eru svo óveikjandi sko. Já, ég þoli ekki Frakkland sko. Ekki? Nei, þeir eru svo arrogant sko. Sko, mér langar eiginlega að fara yfir bara öll liðin sem þú heldur með, ef við setjum Game Ísland sko. Þú ert með Ítalíu og hvað ertu með fleira í hvaða deildum? Ég held með Manchester United. Átti mjög góð æsku, ekki gengið vel på síkasti. Svo held ég mjög mikið með Real Madrid líka. Það var ædolið Beckham þegar Beckham fór yfir. Það var Beckham sem að gera verkum, já. Og síðan þá hef ég haldið með Real Madrid sko. Þannig það er gaman. Birkir, ertu Barca eða Real maður? Alltaf Real. Er það líka? Þóli ekki Barcelona sko. Þóli ekki Barcelona sko. Elskar Real, svona bad boy eitthvað. Þetta er bara svo þetta er svo
kongslegur klúbbur eitthvað. Já, ég sammála. Það nefnilega, þú ert með skólastrákan í Barcelona. Þetta er svona toppur á tilverunni. Já, þú ferð ekkert herri en Real Madrid. Nei, þeir eru nettir. Já, aftur á EM, hvaða lið munu leika til úrslita? Hvað segir í kristalskúlunni hana? Fyrsta sem kom upp í hausinn á mér Portugal, England. Já. Portugal alltaf spila núna. Ég veit ekki hvað staðan Og nú þeir eru íttum að rekka því. Eitt stór hættulegan upp á topp. Já, snöggan. Já. Snöggur, já, ekki að tapa hraðanum. Já. Það verður ekki Ítalnið þínir? Nei, því miður, ég held ekki, sko. En ég held þeir fara alveg í 8 úrslit, held ég. Þetta út. Já, tökum því. Eins og Jón Dagur sagði, Evrópumeistararnir munu koma óvart. Já, það að verja titilinn sækjan. Hvaða lið mun koma mest á óvart? Kannski að vera gaman að fá jafnvel bæði á góðan hátt og slæman hátt. Ekki bara mjög auðvelt að taka skotana á slæman hátt. Þannig að skotarnir eitthvað annað, þeir ekki að vera að gera gott mót. En ég veit ekki, mér finnst Holland lítið talað Já, sammála, þú voru góður okkur. Já. En ég veit ekki, þeir eru ótrúlega góðir og ekkert með eitthvað risastjörnur, fyrir utan Van Dijk og eitthvað annað, en ég held að Holland geti farið langt, sko. Já, það lítið vel út. Markaðist í leikmaður? Harry Kane. Já. Flottustu búningarnir? Ítalía. Já. Italy. Besti ungi leikmaðurinn á mótinu? Arda Güler. Já, sett hann á hann. Sá flottur maður. Það var rosalega leikur á hann, sagði þið? Rosalega slumma í fjær, sko. Það var svakalt. Real hefur séð eitthvað í honum. Já, 100%. Hver verður valinn leikmaður mótsins? Það verður ekki bara Harry Kane. Já. Markaðistur og maður mótsins. Sko, þú trúa englendingum þrátt fyrir að þið svona hjálp þú og JD svona aðalega slögt á Wembley? Já, þeir eru, þeir eru ógeðslega góðir og ég veit atvinnumaður til atvinnumanns að þegar þú fer inn í svona leiki rétt fyrir stórmót að þú ert ekkert mikið að hugsa akkurat þennan leik, sko. Þannig að, það er mikið verið að náttúrulega tala á niður, sko, en þeir eru ótrúlega góðir, sko. Þannig að ég held alveg smá með englendingum, sko. Heldur að skipti máli að hann spila svona lengi pressan sem á þeim, sko, sem að fjölmiðlarnir setja á er það að skemma fyrir þeim, raunverulega, heldur þú? Já, þeir náttúrulega er ekkert neðið með liði, þeir er ekkert neðið, það er sama hvernig gengur og þá er alltaf talað á niður eða alltaf gagnrýnt, þannig að þeir hljóta var orðnir vanir þessu, sko, þeir eru flestir alast upp í þessu umhverfi, þannig að það er eitt að venjast þessu. Er þetta eitthvað, hefur þetta á einhverjum tímpúnti á þínu ferli farið í þig svo munur eftir? Já, alveg klálega, þegar maður var ungur þá fór maður beint inn á þessar síður og tjekkaði og var að skoða þetta og þá, maður átti fína leik en svo bara, það er hérna þristur á Nóra hérna. Já. Það var svona, en eldri sem hún verður, þá fer ekkert að pæla í sig, sko. En maður til dæmis eftir landsleiki, en maður þá sko einhvern að gefa hana á svona? Nei, ég geri það reyndar ekki. Nei. En, þegar maður er yngri, ég geri það allan, ég tala fyrir sjálf með hérna. Sko, við komum alltaf betra á Norrköpingu eftir en mér finnst oft best að taka fílinn bara strax úr herbygginu. Já, þú voru að tala um það. Keisarinn er ekki fötum, þá bara fint að tala um það. Það er einhver orður að þú viljir mögulega hafið hugsað eftir hreyfings í glugganum. Er það ekki bara eðlilegt langbesti leikmaðurinn í liðinu, eitt besti leikmaður deildarinnar en liðið kannski ekki alveg á pari? Jú, ég hef ekkert heldur farið lengt með einhvern veginn að ég var bæðið opinn fyrir því í janúar og svo hef ég heldið áfram að standa mig vel, þannig að ég einhvern veginn, ég held þessu öllu opnu og einhvern veginn set bara standardinn hærra en það sem ég verið að bjóða upp á akkurat núna, þó svo ég sé ekki að tala með egoist og allt það en ég er með miklu meiri markmið en þetta og einhvern veginn býst við miklu meira og vil miklu meira og ég er á þeim aldrei núna að það er einhvern veginn núna eða gleyma því, sko. Ertu opinn fyrir a money move? Allar hurðar eru opnar. Það er heitt á konunni. Nei, ég var ekki til í money move.
Sko samningurinn samt rennur ekki út fyrir í lok árs 26, það rétt hjá mér? Það rétt hjá mér. Er það vesen? Getur orðið vesen, en ég myndi samt segja, sérstaklega í dag að það einhvern veginn allt hefur sitt verð, sko. Já. Og svo bara pluss það þú ferði viðræður og þá einhvern veginn kemstu bara að því fljótt að þarna, og svo heldur ekkert skemmtilegt að vera með leikmann sem mjög óánægður, sko, þó svo að klúbburinn að borga launin og allt það, en þarna þegar leikmaðurinn óánægður þá ekkert skemmtilegt að vera með óánægðan leikmann í herbúðunum, sko. Já, og þú, eins og segir, þú er búin að tala opinberlega og þú ert tilbúin að skoða eitthvað og þú kannski látið menn vita að innanbúðar að þú kannski ekki bara sáttur eða eitthvað. Já, ég stend ekki á mínum skoðunum þegar kemur að fótbolta, þannig að ég einhvern veginn, ég er bara búin að láta vita að þetta eitthvað sem að ég sætti mig ekki við og ég vil miklu meira heldur en þetta og fleiri lofar sem hafa ekki staðist, þannig að það einhvern veginn, þetta hefur einhvern veginn ekki gengið nægilega vel. Nei. Þú talaði einmitt þennan aldur, það núna eða aldrei. Hvaða deildir ertu svona helst að horfa í? Það góður séns á Ítalíu, Þýskaland og fleiri, það meginland Evrópu eða Evrópa í mesta hugsa út í akkurat núna. Þannig að mér finnst ég hafa bara sýnt það og sannað að ég get spilað á miklu hærra level en ég er að spila á akkurat núna, þannig að sérstaklega með landslínu. Þannig að ég eins og ég segi, meginland Evrópu væri frábært, sko. Já, það væri geðvitt. Ertu með umbann í því að svona, kannski vera plantökum frjám og svo kannski, hvað ertu miklum kontakt við umbann? Ég upp á síkasti mikið. Er hann alveg að láta það vita, það áhugi hérna, verður maður ekki bara geðvíkur á því að heyra bara? Jú, nei, það er ekkit, áhugi er ekki eitthvað, það er ekkit spennandi, sko. Jú, ef maður fær að heyra það, já, ok, frábært, en það er svo mikið, það er svo langt í land, það er bara áhugi, sko. En jú, við tölum saman reglulega og höldum góðu sambandi akkurat núna, sko. Já. Það er mjög mikilvægt. Fáránlega spennandi, þetta verður skemmtilegt. En sko, aftur að vandamálinu, Norrköping get ekki neitt. Byrjum á því, hefðu þið ekki átt að ráða Arnar Gunnlaugsson eða? Ég er á vagninum, sko, en eins og ég segi, ég veit ekki nákvæmlega, þó svo ég er þarna, þá einhvern veginn veit ég ekki hvað fór úrskeiðis, sko. Ok. Þannig að, ég einhvern veginn, þetta var allt mjög fáránlegt og sérstaklega sem að koma fram í fjölmiðlum, það lásuð það náttúrulega allir, að þetta var bara eitthvað trúðasjó, sko, bara ég veit ekki, en ég held að það hafi verið flestir til í að fá Arnar að nút, sko, alveg klálega. Þetta var mjög loð á þessum tíma, maður átti erfitt með að ráða fram úr þessu bara fréttaflutningu, sko, fyrir mér meika aldrei sens að Arnar skildi ekki hafa stokkið á þetta og heldur ekki að Víkingur myndi meina honum að stökkva til. Nei, mér fannst þetta allt mjög fáránlegt, sko. En eins og ég segi, maður veit ekki hvað fyrir fram bak við tjöldin, sko. Nei, sko, tímabilið svo far, 13 leiki búnir, sko 4 mörk, ég nú reyna að fylgjast með honum aðeins á X-inu og þetta allt bara mörk í vinkilinn, allavega eitt segir mann eftir þarna, sko liðir í 14. sæti með 11 stig eftir 12 leiki, sko ef við byrjum bara, þetta getur ekki verið eitthvað sem að vera undirbúið á prísi svona, verið ykkur svona gengi. Nei, klálega ekki, sko. Þetta var... Hvar er liðist nú staðsett cirka myndir halda ef það væri með góðan þjálfara og hópurinn og allt? Við erum 100% top 5. Top 5 og Norrköping hefur einhvern veginn alltaf verið í top 5 og hefur, verið að berjast titilinn ykkur ár. Við unnum hann árið 2015. Einmitt. Og það koma þannig tímabil, en svo eru þeir alltaf í top 5. En það er bá, núna senustu alveg 4 ára eða eitthvað, það var verið að dala mjög mikið, sko. Já. Og ég einhvern veginn, kem að inn í ágúst 2022 með það í huga og samkvæmt öllu að við værum á leiðinni aftur upp, skilur, og það væri sett mikið púður sem að einhvern veginn hefur ekki virkað hingað til, sko. Og sísoni núna alltaf bara einhvern veginn að korona þetta. Nei. Hvernig er nýju þjálfarinn komið í þetta? Það er erfitt, sko. Já. Að koma inn eins og með, hvað maður að segja, þegar skipið hálfsokkið, sko.
þá alltaf mjög erfitt að koma inn í og redda hlutunum sko, annarkvort gengur eða gengur ekki. Það helst Freysi sem getur alltaf græða. Já, við eigum mitt þannig sko. Já. Freysa sko, en jú, en það auðvitað alltaf erfitt og en svo ekki alltaf bara hægt að kenna þjálfurum lélegt gengi en það oft á tíðin sem það dettur á þjálfuran. Já, sko það náttúrulega ein spurning hvernig við gengið á hann persónulega, náttúrulega gengið fárulega vel svona í heimavörnu þáttarins þá bara eitt besti leikmaður deildarinnar spila mjög vel. Ekkert erfitt þegar klúbbun svo miklu hakki, þú ert að hugsa þetta í hreyfings ná samt alltaf að mæta á völlin og spila góða 90 mínútur? Jú, það alveg smá erfið, það krefjandi myndi ég meira að segja, þú veist, þetta meira í hausnum á manni bara, þú veist, ég ekki þekktur fyrir að leggast í græs og fara að grenja bara, þú veist, þá maður líka að hugsa sjálfan sig, maður í þessu til að vinna líka og svo klálega hugsa maður sjálfan sig, hvernig manni gengur, þó svo þetta sé liðsíþrótt, en það jú, maður einhvern veginn bara leggur hausinn undir sig og kerir af stað, sko. Já. Heldur að klúbburinn sé, hvað þessi nýju þjálfur búin að vera lengi núna? Hann tók við liðinu bara núna í janúar. Já. Kom inn núna í janúar. Ég ætla að kannski erfitt fyrir að svara þessu en ég meina með að við gengið upp á síðkasti heldur að menn get ekki verið sáttir en innabúrs í Norrköping með þetta gengi? Nei, klálega ekki sko. Það er mjög mikil heiti akkurat núna sko. Það stuðningsmenn að bíða eftir okkur eftir leiki. Já, það? Ég hef farið út og tala við einhverja 200 stuðningsmenn. Og líklega ekki til að gefa ykkur fæði eða eitthvað? Nei, þú veist, maður bara tekur drullunni og við erum að reyna og allt þetta dæmi, sko. Þannig að það er alveg smá heita akkurat núna, sko. Já, mér langaði einmitt aðeins að taka það, þú veist, lið sem að vill vera að gera betur og er vant að gera betur og svo hefur maður heitt hvernig stuðningsmennin í Svíþjóð eru. Hvernig stuðningsmannasveitin sérstaklega hjá Norrköping? Verið brjálaðir eða? Akkurat núna eru tjúlaðir. Skiljanlega og þeir eru líka bara svo geggjaðir út af því að þeir mæta alltaf á völlin. Það er stuðning eða sem sagt stúkan þetta er Kurva Núrdal sem að þeir standa alla leiki og hún er alltaf full. Hvað er þetta stór völlur? Tekur 14 eða 15 manns og þetta það er eðlilega verður tjúlaður þegar að liðið þetta að bara drull í sig og þú ert með tífó bara á hverju einasta leik og leggur þvílíkt púður í þetta og svo ferð ekki tilbaka einhvern veginn. Þannig að ég skil alveg hvaðan þeir eru að koma en þeir þurfa hins vegar líka að skilja hvaðan við erum að koma sem er mjög erfitt. Já, þannig að þú rölti bara, tókst 200 manns og útskýrði fyrir þeim. Ég stóð þarna bara og beið eftir að og svo næsti og svo næsti. Urðaði við mig. Það er bara að taka þetta og take it on the chin. Var meira verið að útskýra fyrir þér kannski? Já, bara, þeir voru að segja sitt bara, það bara að losa hjartanu og það filtraði þetta bara og innum eitt og út hitt en eins og ég segi, ég skil alveg að þeir eru alveg brjálæðir á því sko. Já, er eitthvað í kortunum að þið séu að fara í ykkur í ganga til sumarfríða? Það ætla ég rétt að vona. Það getur ekki verið mikið verið en þetta sko. Þetta leit allt í lagi út á tímabili. Við unnum 3-4, það var einhver vika, 3 leikir einni viku eða eitthvað og tókum alveg 7 stig af 9 mögulegum og síðan þá bara hefur þetta verið bara ekki mjög gott. Já, bara disaster sko. Maður velti fyrir sér sko, nú átti Jón Dagur flottan glugga, landsleikja glugga. Geggjaður. Já, og sko leikinn ekki fyrrbúnir en það er orðað við Newcastle. Leicester og West Ham. Já, bara einhver rosal. Hvað hjálpa mikið að vera að spila með landsliðinu og í ónálag? Hefur einhverja tilfinningu fyrir því? Já, alveg mjög mikið. Já. Og þú sérstaklega þú ert bara ég ekki tala fyrir sjálf mig, ég er í Svíþjóð og ég er ekkert að setja út á Svíþjóð en það eru til stærri deildir en allsvenskan og þá að spila með landsliðinu á móti bestu mönnum í heimi og sanna sig þar það gefur líka auga leið að okay, hann getur þetta og bara eins og fyrir Jónda hann stóð sér vel í Belgíu og hann, eins og segi, þessi klúbbar hafa eflaust eitthvað, það er eitthvað í þetta spunnið skiluð en hann á allt gott skilið sko. Líka því að þetta var ekkit fyrst í landsleikunum á Arnórstónum út Englandi skilur, þú veist, hann er alveg búin að sína ítrekka að hann stendur í öfnum fæti á þessu leveli sem er hann svo gott. Hvernig er að búa í Norrköping? Mjög, okkur fjölskyldin liður mjög vel sko. Við erum aðeins fyrir utan í Lindu heitir það svona villu hverfi einhvern veginn svona fyrir utan mjög rólegt og þægilegt
krakkarnir í leikskóla og það einhvern veginn bara lífið utan mjög gott sko. Já. Mjög rólegur staður með að við kannski staðið það sem að við höfum búið á. Það öðruvísi. Ein spurningina sem að hlustandi kom með, hvernig metur stöðun og Ísaki Andra? Hvað þarf að gera svo hann fá að spila meira? Fyrir mér að hann hefur átt skilið að spila meira. Ok. En þarna, jú, svo eins og ég segi, svo alltaf upp til þjálfarans hvernig hann vill spila og hverjum hann vill spila. Kerfi líka sem hefur verið að spila hefur ekki hentað honum nægilega vel það sem við erum í. Við erum einhvern veginn í þrír eitthvað, við vitum það ekki stundum sjálfur sko, þannig að Nei, þú þreifin á þessu kerfi er ég? Nei og þarna þrír einu bara eitthvað sko, en þarna, hann fyrir mér á hann skilað að spila miklu meira og líka með að við gengið að undanförnu að við höfum engu að tapa það var alveg skott og það er eitthvað worth í honum, það klúburinn hefur gengið dálítið á því að fá inn unga leikmenn og íslenska leikmenn og selja á lengra og þar erum við með dæmi Ísak að leyfi honum að spila og selja hann svo fyrir miklu meiri pening. Let him play. Já, hann bara á þessum aldri sko. Já, hann frábær í fótbolta sko. En mér er reynda góða punktur Arnóri sko, því að auðvitað ertu alltaf á þeim aldri og þarft að spila og svo framvegis, en ef það er einhver aldur sem þú þarft að byrja að hugsa bara alfarið sjálfa þig, þá er það einmitt á aldrinu sem Arnór á núna. Er það ekki það? Ég er sammála því sko. Það er tímapunktur sem að þú verði að hugsa þig og þína. Já. Og ég er á þeim stað í dag. Ég elska að spila fótbolta og alltaf og með fullir virðingu fyrir IFK Norrköping að þá þar ég líka að hugsa sjálf mig, ef þú gerir það ekki þá gerir það enginn sko. Og sérstaklega í þessum bransa og ég held bara í lífinu sjálfu líka ef þú stendur ekki upp fyrir sjálfu þá gerir það enginn sko. Þannig að akkurát núna þar ég þar akkurát kannski ef þú væri 20 eitthvað þá bara svona vertu bara aðeins í harkinu eða eitthvað svona, en núna er það bara þú ert prúin Sammála fáum bara í Bundesliguna Pikka búið að taka yfir Kópavoginn og fá þetta í Vesturbæn, því lík snill. Þetta er algjör snill. Hægt að fara inn á pikka.is/HK og láta sækja hjá sér dósir og ágóður rennir til iðkendana sem sækja dósirnar. Eða pikka.is/Breiðablik eða þú vilt styrkja blikana. Jú, já. Enga síður. Ég held að séu fáir að fara í HK. En sko, því líkt vinn-vinn að þau eru ekki að díla við dósirnar og... Þau eru ekki að fara í sorpu og gefa þetta góðra mála. Ég segi það og geta síðan stutt við baki á sínu liði, sko. Þetta er fallegt. Þetta er fallegt og þetta er fallegt framtak. Þökkum Pikka fyrir. Ef við færum okkur yfir í landsliði. Þú hefur verið í 9 hlutverki þar. Varst alltaf á kantinum en fæst alfarið yfir á miðuna. Hvernig gerist það? Sko, í grunninn er ég miðjumaður. Upp alla yngri flokka og ég vil meina aðeins í meistaraflokki líka. Þá á Íslandi hérna í Keflavík að þá hef ég alltaf verið miðjumaður. Og kem út 2014 fyrir til Norrköping og er settur beint á kantinn sem þá svona, hvað maður að segja, ég var ekki á kantinum en ég fekk bara free roll, ég gæti bara að fara það sem ég vildi. Þá var það mjög þægilegt fyrir ungan leikmann sem getur hlaupið mjög mikið og bara verið frjáls og einhvern veginn festist ég bara þar. Var seldur seinna sem kantmaður og spila alltaf bara sem kantmaður í landsliðinu þó kannski að hvað maður segja það hefði bæði verið gott og slæmt lítandi tilbaka á liði sem við vorum með ég var ekki að fara að spila á miðinni fyrir Aron Einar eða Gylfa Þór Sigurðsson sko, hann það var gott á þeim tímapunkti og þannig að færa mig yfir á miðjuna hefur ekkert verið neitt vesen sko, fyrir mig. Ég einhvern veginn bara svona, ég með þetta í mér og kom náttúrulega til Norrköping núna aftur og þá sem miðjumaður bara alfarið. En gott og slæmt áttu að við að þið líði svona vel sem miðjumaður. Er ekki líka bara að þetta komast inn á miðjuna í landsliðinu? Já, en kannski burt sér á landsliðinu hefur viljað spila allan fyrir sem miðjumaður mögulega? Já, ég hefði alveg verið til í það sko og þá hver veit hvar maður væri þá í dag en það veit maður aldrei en eins og með í landsliðinu að vera maður máttu ekki mikið rót sem
ungur leikmaður hérna á miðjuna þá svakar en maður bara, maður bara ég heiðarlegur skilu, en hérna þannig að jújú, það bæði kostir og gallar. Klart mál. Hvernig líður að spila undir og Horæti? Hann mér finnst hann flottur. Já. Ég hef þekkt hann, þó sem ég var ekki með hann í Malmö, að þá þekki hann frá þeim tíma og hann kom ofta heimsótt okkur í Malmö eftir þó sem hann hafi verið lengur farinn. Þannig að hann mér finnst það mjög flottur sko. Hann mjög bara svona skýr og einfaldur. Já, þannig að ég fíla það sko. Ekki þar að flækja þetta mikið sko. Nei. Hann virkaði svona frekar direkt á mann og líka bara sko, bara gauð sem við gert þetta miljónsinnum áður. Hann líka svo tignalegur sko. Já, það nefnilega þegar það eru sumi með þetta sko, sem að þetta ekki svona smá Ancelotti? Jú, þú veist, það svona einhver ára. Þú bara einhver lappar inn í herbyggju og þú finnur bara, herru, þú veist, hann í herbygginu. Já. Þú veist, það bara einhver, þú veist. Og ég ætla ekki að valda hann á Zoom. Já, já, en hann sumir eru með þetta og sumir ekki. Hann með þetta? Hann með þetta finnst mér. Já. Við vorum aðeins að fara yfir þetta, ég og Birkir. Já. Og það okkar faglega mat að þú hefur verið jafn besti leikmaður íslenska liðsins frá því að Åge Hareide tók við. Já. Ef við horfum aðeins í baksýnisspegilinn, hvernig horfur þið á ævintýrið í Bosníu þar sem þú varst einhvern veginn óvæntur einn djúpur á miðunni og liðið svo gatasíkt? Það eru ekki góða minningar sem fyrsta skipti sem ég spila þá á miðunni fyrir landslið. Nei, þetta var skelfileg upplifun sko. Ég mér einhvern veginn bara leið aldrei vel sko. Það var sama hvað sem maður hljópið að fóra þá einhvern veginn fannst manni vera ekki vel positioneraður. Það var alltaf einhvern veginn langt á milli manna og þú veist, þetta var algjört disaster sko. Þetta var ekki gott sko. Nei. Var augljóst að hafi þurft að skipta mann í brúnni eftir þann leik? Við náttúrulega gerum það ekki eftir þann leik. Nei. Fórum til Liechtenstein og Bökkuðum þeim saman. One last stand. En ég veit það ekki. Ég kann alveg vel við Arnar. En jú, þó svo ég segi bara alveg hreinskillega frá að þá fannst mér að vera komin tími að skiptum. Við einhvern veginn, jú, við vorum á okkur í vegferð og sem að var svo bara komið gott af. Og já, ég held að það hafi bara gert vel með að ráða Åge sko. Já, reynda verið að gefa Arnari það að það var mikið hlegið þannig að setja Arnur á miðuna en þú búin að vera á miðunni síðan. Rétt. Þannig að það nú eitthvað rétt sem að gera. Já. Hann veit mjög mikið fótbolta sko. Bara sett Jóa þarna með þér kannski. Hann var með mér á miðunni sko. Já. Á móti Bosníu. Já. Hákon hinn megin. Það er að reyna að klína ekki Jóa hann að leika. Ef við færum okkur aðeins framar í tímalinu en höldum okkur við landslið leikurinn á móti englendingum, hvort voru við svona góðir eða englendingarnir svona slagir? Mér fannst við vera mjög góðir. Sammála því, geggjaði sko. Ég ætla ekkert að draga því sko, af því að það var einhvern veginn mér leið aldrei eins og þau væri að fara að skora og það hef ég ekki fundið einhvern veginn lengi í landsliðinu að einhvern veginn þetta sama hvað þeir gerðu að það var, við áttum svör við öllu en að sama skapi að senasta leikur fyrir EM og þeir einhvern veginn vilja ekki fara inn í neinn dúel og vilja ekki taka neina sjensa þá einhvern veginn svona, jú, en það einhvern veginn bara tvíaldi mig allavega að vinna þennan leik því að ef þú ætlar að sýna að þú einhvern veginn nennir ekki að vera inn á þá bara það bensín og eldin fyrir mig sko. Það bara einhvern veginn þá vil ég bara vinna leikinn mjög stórt sko. Er það ekki líka þannig að þú veist að þetta er ekkit allavega fyrir ykkur í íslenska liðinu, þetta er ekkit venjulegu leikur þó æfingarleikur, þetta er á móti stútfullum Wembley, þú veist maður vill gera sitt besta, maður geta að horfa á hvað þetta er einhver æfingarleikur, það er nokkuð? Nei, þú veist, fyrir mér ég að spila fyrir Ísland að þá, þú veist, þú ert að spila fyrir þjóðina, skilur, þú veist, og þetta er svo mikið stolt að einhvern veginn að, þú veist, þú ferð inn í einhvern leik að ekki vilja vinna hann eða ekki vilja fara í og vera passíft og það er heldur ekki gott því að þú veist, það er bara meiri líkur að þú meiði þá sko. Einmitt. En nei, þú veist, bara leið þú setur á þessu treyju og þá er þetta bara, það var ekkert aftur snúið sko. Já. Sorry, maður skjóti inn í hann að því að Ísíkjan hafa verið með Jóa miðan en líka. En hvað er þá búið að breytast
af hverju líður þér miklu betur í þessari stöðu núna ef þetta basically sama staðan og spilaðan á móti Bosníu? Ert þú búin að læra betur á hlutverki eða bara búið að struktúra þetta miklu betur? Struktúra þetta miklu betur. Já. Það einhvern veginn, við erum bara allir á sömu blaðsíðu og vitum hvað við eigum að gera. Bara upp á 10 og jú, það koma lélegir leikir inn á milli en mér finnst þetta bara góður struktúr á liðinu akkurat núna. Já, algjörlega. Hverjir heilluðu í enska landsliðinu? Voru einhverjir sem voru góður á völdinu? Nei. Yes, ég var að vona að fengja þetta. Nei, einhvern veginn ekki. Var engin sem varst eitthvað að gera? Jú, þú veist, þegar Trent kom inn á. Já. Hægri löppin á honum unreal, sko. Já. Þetta bara galið. Þú veist, hann bara skiptur honum eins og bara drekka vatn, sko. Og bara, hann helviti góður. Hann ótrúlega góður, sko. Varstu samt að gefa honum einhverja pointara hvernig hann ætti að sinna varnarvinni? Nei, ég United maður, sko. Hún bara að vera lost, sko. En það var annað sem við langar að spyrja það úti, sko. Þú talaðir það, þú ekki fundið í langa tíma að þið bara leið aldrei eins og þið væri að fara að skora. Hefur það mögulega eitthvað að gera með Hákon í markinu? Nei, ekki ef ég hugsa út í það, en hann hjálpar gífurlega mikið og ég hef ekki spilað heldur með markmanni sem er með svona gífurlegt presence í boxinu. Það kemur kross og hann bara, hendurnar á honum eru bara, þær eru bara konar og mættar, skilur. Þær voru líka mættar á Hax á laugardaginn, sko, þetta er rosalegt að sjá þetta flikkja þetta, sko. Nei, hann er búinn að taka svakalegt skref, sko. Og það er ótrúlega gaman að sjá bara, ég veit ekki, hvernig hann hefur bara vaxið og já, það hjálpar eflaust ef ég hugsa út í það, sko. Það lítur líka að hjálpa við erum nú ekki góðir fótboltalegur en það lítur líka að hjálpa hafsendunum og bara öllum varnarmönnum helling að vita bara, já ok, markmann okkar, hann bara á bóksið. Það er heldur þægilegt. Já, bara fyrir okkur miðjumenn líka. Þegar, þú veist, við erum mætti náttúrulega á bara vítapunkt þegar það kemur kross, skilja, eigum að vera mættið þangað að þú veist vita bara að það kemur, já, hann er mættur. Já, maður getur bara séð mig kantarna, geta séð mig bara byrja að hlaupa fram. Já, nákvæmlega. Er hann vókal? Af því að hann er svo kaldur. Ég myndi mér að Hákon segi ekki orð og verði svo bara. Eða er hann mikið að öskra á... Ég heyrði ekki mikið á hann Wembley, þú veist, það var fullu völlur. Já. En hann segir alveg til, sko. Og bara, já, hann er alveg vókal, sko, og hann er líka mjög vókal utan alla, sko. Vist ekki leið að tala. Nei. Sko, myndist þarna aðeins á Trent Alexander. Jón Dagur, eins og frættur orðið, fekk náttúrulega treyjuna hans, gekk hann að kaupum og svölum. Já. Tryggði þú þér einhverja treyju eftir leik? Ég fekk Declan Rice. Geðveikt. Já, hann er, ég fíla hann. Hann er einhvern veginn svona down to earth gæi bara að spila fótbolta og vinnir bara. Hvernig voru ensku leikmennir eftir leik? Var þeim drull eða voru þið pirraðir? Þeim var drull. Já. Fannst mér. Já, ok. En jú, þú veist, maður hefur alveg lent í því að vinna einhver stór þjóð og þau bara, þú veist, sem við hrækja á því, sko. Þú veist, þú spyrum treyju, sko. Þannig að það var ekki þannig på tegningu núna, sko. Stærsta nafn sem hefur sagt nei við að gefa það treyjum sína? Sko, ég er ótrúlega lélugur í að spyrja treyjur. Ok. Ég veit ekki hvort það hafi með, ég vil ekki trufla það nægilega því að hann er bara miklu stærri en ég. Já. Eða sé egoið mitt sjálft. Já, kannski bæði, ég veit það ekki. En ég spurði Bruno að hann var búinn að lofa Jóa treyjunni sinni, sem er kannski mjög eðlilegt. Já. Þannig að, já, ég held ég myndi segja Bruno. Þó svona kannski hafi neitað og ekki neitað, en já, Bruno. Áttu gott treyjusafn? Nei, því miður. Ég á alveg eitthvað, sko. Ég á, Tielemans, Witsel, Kovacic, já, ég held að sé bara that's it, sko, svo einhverjum manni ekki meira, sko. Stillir byrjunli, Tielemans, Witsel, Kovacic og Declan Rice. Það er enginn að fara fram með þessari miðið. Það er bara miðið. Witsel er komin í, hvað er ekki, Hafsend? Hafsend. Það er hægjast á hann. Svo var það leikurinn á móti Hollandi. Þetta er slæmt 4-0 tap. Arnór Ingvi tapaði samt bara 1-0. Já, rétt. Tapaði 4-0, sko. Já, ég var bara að peppa þérna. Já, nei, ég tapaði 4-0, sko. Ömuleg tífa, ég tapaði bara 1-0. Já, nei. Voru menn búnir á því? Menn voru alveg þreyttir, já. Þetta voru 50 tímar á milli leikja eða eitthvað. Á móti ágætis andstæðingum? Á móti nefnilega freka góðum liðum, sko. Mhm. Þannig að, já, þetta var alveg, það var þreytað, sko. Já.
Líka var ekki smá bara svona kannski anti-climax, hefði ekki bara þurft að fara í sumarfrí eftir Englandsleikina? Jú, það hefði alveg verið gott að enda það þannig, sko. Já, það var smá svona eins og frakkaleikurinn á EM, sko. Já, það var aldrei þannig feelingu, sko, pluss kannski hefði verið þægilegt að fá þá byrja á Englandi, vinna, fara svo í kannski Liechtenstein. Já, eða þú veist, eitthvað aðeins léttari andstæðing og geta róterað bara mjög mikið. Já, algjörlega, kannski með ekki það að þú svara fyrir þjálfaran, en skrítin skilabóð að senda á leikmennliðsins að tala að það voru alls svo þreyttir en samt voru með fullt af fersku löpum á vellinum, að það bara þannig að við erum lítil þjóð og við getum ekki þurfa að rótera mikið í liðin eins og England, Holland og þessi lið. Við náttúrulega eigum ekkert endalasta leikmennum en ef úr landsliðsmaður þá átt að geta spilað, skilju. Þannig að, nei, ég eins og ég segi, það náttúrulega ákvörðun þjálfarans hvernig hann stillir upp liðinu en við einhvern veginn bara, vorum bara gasaðir á því, það var bara, vorum búnir. Já, en að því sögðu þá ætla að segja að Hollendingarnir voru geðveikir í þessu leik, fannst mér, sko. Já, og þeir einhvern veginn líka dispósuðu okkur svo ótrúlega mikið. Já, hvernig gerðu þið það? Þeir spiluðu með falska 9. Já, Depay-ina. Depay. Tötsi og honum djúvel var hann góður. Ég vissi ekki að vera góður. Fjandi gott, sko. Og svo pluss með þá þessa með Dumfries og með svo svakalega háa vangbakari að hann alltaf mættur af fjær. Það jip á baku og það er bara mata á þessu, sko. Til að þú bara einhvern veginn gæst bara upp, sko. Varst þú samt ekkert sem United maður bara byrju, ert þú svona góður? Jú, ég var alveg fylgst með Depay og bara, hvað ert að gera? Þú varst svona góður í United. En það virkar eins og, hver sem myndi komandi í United, hann verður bara lélugur, sko. Ég veit. Það er bara eitthvað toxic andrúnslofti, það er að tjekka á AC-un, það er bara þetta er ekki lægir. En sko, mér varst líka þegar voru komast aldrei aftur fyrir okkur og eitt marki sem var svo reynda varað off, sko, þegar var ekki Frimpongsa með krossin, bara flottasti krossin séð og svo marki. Já, þá hugsaði ég bara þetta líka getur unnið EM, sko. Já, alveg klálega. Og þeir eru með, þeir eru með svakalega gott lið og enga, risastjörnu, en þeir eru með bara marga góða í hver einustu stöðu, sko. Hversu mikið presens Virgil van Dijk með? Getur ekkert farið fram í honum, sko. Það er nokkuð? Nei, ég hefði bara Frankenstein hann í göngunum, sko, hann er svo stór, sko. Bara hausinn hans og bara axlirnar og eitthvað, maður er bara svona, einmitt. Já, þetta verður brekka? Já, bara, ég bara sé ekki neitt vinnan. Nei, ég er eiginlega sammálaður, hann Lukas hann er. Lukaku, kannski? Já. Já, og minn maður Adam Möller Já, Ungverinn. Ég gleymi ekki mínum manni Adam í Ungverjaldi. Það er alvöru töffari. Það er holning. Það er alvöru. Sko, ég hélt þetta að vera stöðningsmaður komin inn á öllin, sko. Það er nefnilega, þetta er held ég, ákveðin holning, sko. Gekkjaður góð, sko. Það er nöttóttu holning. Ég væri nú til að sjá þig í seinustu ári félagsins. Buffaði vel. Sko, ég get alveg, ég reynt að bölka mig upp, sko. Það bara gerist ekkert. Ekki? Nei. Ég get borðað hambúrgar í öll mál, það gerist ekkert. Okay. Nei, ég er einn af þeim, sko. Sko, þegar við horfum á EM í dag, sjáum Rúmeníu, til dæmis Úkraínu, þegar þú horfur á þetta, hugsaðu, við getum vel verið þarna? Já, 100%. Já. 100%. Og já, eins og ég segi, þessi Úkraínuleikur var, við náttúrulega erum með hann og einhvern veginn, sama þar samt, einhvern veginn þá var maður bara eins og sérstaklega í fyrri hálfleik, þeir sköpuðu sér heldur ekki færi, eða hvort það hefur verið, reyndar skoruðu eitt mark á dæmt af. Já. En fyrir utan það var það bara, einhvern veginn, það var ekkert að frétta. En svo í seinni einhvern veginn, þá glótur þessu niður og bökkum alltaf afturlega og já, hættum að gera. Gerist það ósjálfrátt eða? Já, ég held að það gerist bara þegar er svona ótrúlega mikið í húfi að þá fer bara heilin á þér að trykka því, sko. Já, það er líka hjálpar reynda voru þetta náttúrulega bara, þetta var í Pólandi en þú veist, þetta hefði kannski verið öðruvísi þetta hefði verið á Laugardalsvellinum, eða eitthvað. Já, 100%. Það ekki? Við hefum unnið á Laugardalsvellinum. Já, hostile crowd þarna og... Já, þú veist, þó sem maður hugsa ekkert mikið út í það en það er einhvern veginn bara svona að vera heima á Íslandi, þú veist, ég lofa við hefum unnið á Íslandi. Já. Múdrikinn samt. Já. Hann er bara fljótur, sko. Já. Hann er bara fljótur, hann getur ekki neitt. En próduktið er ekki neitt, sko.
Þú vil hann lélur. Það náttúrulega kingsa hann líka inn í markið hann að 2. Þú veist, ég ætla ekki svona að gefa hann þetta mark. Hann ætlaði aldrei að skjóta hann. Kostaði þess bara 100 milljónum punda. Já, það var nú samt gjöf. Já, eiginlega gefins. Hann á líka bara 17 ára eftir að samningi hann nægan tíma. En svo rauði þráðurinn í þessu þætti, sko, það sér heldur sér Real Madrid menn, Lúnin með 2 frábæra vörslu frá Jóni Degi. Mátt gera það bara, sleppa þeim og taka rúmina leikina. Já, hvernig var að einbytta sér, einbytta sér, já. Jónda var enda að byrja að hóta þarna, sko, hann þurfti að setja hann á Englandi, sko. Já, það er jæfnilega gott. Ég sá, ég man ekki hvort skotið það var. Það var eitt sem var sama á. Ég var að fagna, sko. Ég sá bara, þessi á leiðin inn, sko. Já, þetta var mjög pyrrandi, sko. Helviti súrt. Já. HM 2026, komast við þangað? Rétt. Það er svo? Já, við erum að fara á HM, sko. Það er bara þannig. Það er líka bara einhvern veginn sem við ákveðum bara strax eftir hennar Úkraínleik, sko. Það var bara, við erum að leiðina það. Já. Það er bara, ég ætla ekki að finna þessa tilfinningu aftur, sko. Það er svona kannski eina þarna... Þú veist við erum að fara að fá, sko, Arnór Ingva á HM 2030, Ronaldo-stæl. Ég er mættur. Sko, þarna, það er kannski eina sem maður hefur áhyggjur af landsliðinu og við erum alveg að tala með þessu þætti og ég held þetta sé að vitið allir, en þú veist, við erum í smá vesen alltaf bara í öftustu varnarlínu, bara með að manna þá línu. Já, það hefur alveg verið mikið rótering einhvern veginn senustu ár, þó svo Sverrir kannski búin að pleysa sér hana. En þarna Danni líka bara komið ótrúlega vel inn í þetta. Sammála. Með mjög góða vinsturlöp og bara mjög góður í fótbolta, sko. Og svo einhvern veginn, við erum búin að rótera þetta aldrei í bakverðunum og bara fá hrósa leika honum Bjarka, hvernig hann kom inn í geggjaður, sko. Já. Hvernig hann kom inn í það. Fyrsti leikur? Já, bara Wembley 90 Anthony Gordon. Já, og bara pakka honum saman, sko. Já. Bara frábær og svo bara, erum við með fleiri náttúrulega bakverði en hérna við erum búin að vera í svona yfandræðum með þær stöður. En ef við horfum núna tilbaka, nú Åke og Reddi búin að vera í held ég bara nákvæmlega 1 ár núna, við sjáum klálega framþróuna ekki, við erum á betri stað núna en fyrir árið síðan. Já, alveg 100%. Það ekki? Jú. Því hann alveg verið að fá gagnrýni, sko. Já, þú veist, og það gagnrýni holl, sko. En mér einhvern veginn mér persónlega líður mjög vel, veist, og einhvern veginn maður veit að hverju maður gengur leið að maður kemur inn í landslið, maður veit hvað maður að fara að gera, hvernig þetta allt saman. Þannig að fyrir mér þetta mjög skýrt. Já. Og ég elska þegar allt skýrt bara. Þetta er bara svona. Já. Bara flott. Það væri fínt að þetta var henni í félagslega boltanum líka. Já. Sko, ég man að mér fannst þarna, ég fór á báðaleikina í júniglugganum fyrir árið síðan, á móti Slóvakíu og Portugal. Slóvakar tóku svo belga, var enda ekkert eðlilega ósanngjarnt, sko, en fárlega vel gert í það samt. Og svo náttúrulega skoraði geitinn á síðustu myndina á móti með Portugal. En þarna var maður bara svona, náttúrulega voru mjög óöfnir að vinna ekki Slóvakíu. Albert Guðmunds glóraði einhverju sittar þarna og eitthvað. Þá hélt maður bara, við varum strax búin að ná sama takt og vorum með 2016-2018, en þetta er kannski tekið aðeins lengri tíma en byggust við eitthvað. Já, og það er einhvern veginn vegurinn, maður hugsa alltaf fortíðina, þú veist hvernig það var áður fyrir þetta var geðveikt. Einmitt. En einhvern veginn, við vorum, maður sá strax framstig hérna í júniglugganum, en svo er vegurinn alltaf, þú veist, hann er ekkert beinn upp, skilum, þú veist að kom svo Luxemburg-leikur til dæmis. Já, sem það var ekki gott. En þú veist, það kom alltaf einhverju smá hiccups, en einhvern veginn, maður aldrei einhvern veginn tapa trúnni að einhvern veginn við erum á leiðin einhvert, skilu. Og það er hvert það kemur í ljós. Er ekki bara fínt að fá núna þjóðadeildin í haust, standa sig verð þar og svo fara að benta á með? Hárrétt, ég er með planið á hreinu. Já, þú ert með þetta allt saman. Já, svo er líka bara gaman að sjá á ekki búin að finna svolítið einhvern veginn sittlið, maður sér það í þessum glugga, sko. Já, ég held að hann sé hægri maður, hann er mjög íhaldsamur. Ég velti fyrir mig hvort að Arnór, réttur Kristján eitthvað úlpuna á lapparn á völlinu? Lappar inn með hann á völlin. Hendi yfir hann úlpuna. Nei, það er eins og ég talaði líka sem svona eldri þjálfari. Þeir eru bara, þú veist, maður horfir til dæmis á Real Madrid, Ancelotti, hann er ekkert mikið að rótura. Nei. Og þetta er bara einhvern veginn, þeir eru mjög skýrir í hvað þeir vilja og hvað þeir standa fyrir. Já. Og leið og þeir finna og bara, þetta er eitthvað sem að virkar, að þá er mjög erfitt fyrir þessa menn að breyta ykkur. Einmitt. Og kannski líka, sorry, grip fram fyrir þér, kannski þarna
til að peppa og ræta því að það var að gaggrina fyrir að hafa ekki skipt meir inn á þessi Hollandsleik hann kannski að horfa í bara, hann hefur ekkert marga glugga og hann kannski búin að horfa í liðið sem hann sér mögulega getur tekið okkur á HM 26 þannig að hann þarf að leyfa ykkur að spila marga mínútur og mögulega getið Svo það líka Já, ég myndi að halda það Já, ef maður fer eitthvað inn í höfuð og honum, hvernig hann hugsar, skilju, þú veist, það örugglega margt sem að hann að hugsa og hann örugglega að gera þetta að ástæðu sem að við fáum aldrei að vita Nei þannig að, en eins og ég segi, eins og ég var að koma skilju, það er mjög erfitt að kenna gömlum hunda að sitja sko. Þú breytir ekkert svona mönnum sko. Já, er þetta ekki bara svo þegar voru með Lars og Heimir Lars, hann var alltaf bara með sama lið, Heimir, hann var alveg til bara rótur aðeins meira Já, Heimir rótur aðeins meira en Lalli, hann bara, þetta var sama liði bara... Var ekki alltaf svaka hakaninn í gól þegar hann tilgíti byrjanliði? Já, það var, þú veist, bara vita skilju Já, þurfti ekki að tilkynna Fór á fund og bara flott Glæsilegt, já Ég fer í úlpuna Herriði, kontakt fyrirtæki ráðgjöf Kontakt er á skrá hjá dómstólum yfir aðila sem starfa sem dómskvæti matsmenn og fyrir þá sem skilja það ekki eins og mig þá þurfum við bara að vita að þeir kaupa og selja fyrirtæki eða svo vita ráðgjöf í því Basically bara eða langar að selja businessin eða kaupa business, verður með sidekick bara taliði við þá, heyriði þeim þeir gefa þér ráðgjöf og gera það vel svo erum við sjálfsögðu með lengjunni ég er mjög hrifinn að vinna okkar gumma ben í nýju ölsingunni ég veist ekki að þetta sungið svona Nei, fáránlega vel gert en við glemdum að spyrja Arnór hver vinnur samt eða með ekki Það er búið lengjunar það er tippaði búið lengjunar vorum reyndar búin að vorum með úrslitin en vorum ekki með hver vinnur Portugal Wow Ronaldo á hliðarlínunni Ronaldo er eini leikmaðurinn Stýra mönnum að það var ekki Hjörvar Halla að segja Ronaldo er eini maður sem hefur bæði verið inn á vellinum og stýrt liðið til sigur sama leikin Herri, við ætlum að gera eitt við erum náttúrulega sjálfsögðu á Instagram og á TikTok heldur betur í samstarfi við okkar hjá Bullish Media sem eru búin að standa sig eins og hetjur þökkum þeim kærlega fyrir velunum störf en við ætlum að fara yfir sem sagt besta FIFA-kortið þitt Ég spila ekki FIFA sko Þú spilar hins vegar tölvuleikið ekki? Jú Er ekki rétt munið hjá mér? Jú Já, við komum inn á það eftir sko sko en þetta kort er sem sagt frá árinu 2017 Þetta er besta kortið Spila hjá Rapid Wien í Austuríki Já, ok Þetta er Ultimate Team kort og þú ert í silfri Ég er í silfri Þú ert í silfri Ok Ef við byrjum bara að giska á peysið 70 og 4 Já, byrja vel, 76 Ok Shooting Þú veist, á ég að vera realistik eða á ég að Bæði Þú átt að segja það sem þér finnst verður realistik Nei, ekki realistik, sorry Ekki realistik Ég er að hugsa núna út frá FIFA hugsun Ég er með þeir gefa mér örgulega 69 eða eitthvað Raun rating 80 Já, takk Það er 71, þú ert ekki í fjara lagi Já, ok Passing Gerum þetta svona, fáum bæði Já. FIFA hugsunin er þá passing, hvað er það 62 eða eitthvað 69 Ok Já, ég veist ég er að góða sendinga maður sko Já Þannig að já, 75 kannski eða eitthvað Dribbling Ekki mjög sterkasta hlið Já 68 eða eitthvað FIFA er nú endur ósammálaðir það er 74 Nú, þetta er 17 Það var ég á kantinn Og svo erum við defending Já Ég bætt mig helviti mikið þar sko Já Defending 2017 Vá Ég ætla að gefa mig 62 eða eitthvað Já, prófa að deila því með 2 29 Það var ekki mikið varist 17 Nálgastu tölu að deila með 2 Þetta var gott Einnig lókinn að physical Ekki mikill en ég er defending svo látt það slá mútið læginu sko já, physical 60 setur 65 á þig 65, já
Og overall hvað? 72 Já, 72 mjög gott, og þetta kort í glansi þannig ef við stiklum á eins á stóri ef við förum aðeins yfir ferilinn og byrjum á byrjun á Suðurnesjum, þú ert Njarðvíkingur í grunninn, ekki satt? Það hárrétt, já. Og skiptir svo yfir, var það ekki vinsælt þegar þú skiptir yfir í Keflavík? Það var reynt að stoppa það, sko. Það? Þeir voru náttúrulega í Prem, eða efstu deild. Efstu deild, já. Þeir voru í efstu deild, en ég fór yfir þegar ég var í 3. flokk eldri, það er ekki, 15 ára, held það. 15 ára, já, en það var reynt að stoppa það, sko, á þeim tíma, verið að bjóða mér að spila með bara meistaraflokki og æfa bara með meistaraflokki. En einhvern veginn, þetta, já, ég var bara búin að ákveða mig, þetta var bara fór yfir og við líka unnum allt í 3. flokki, sko, við unnum Íslandsmótið, bikarinn og faxaflóa og hvað þetta allt heitir, sko. Já, en þetta var rétt ákvörðun. Já, ég myndi segja það, sko. Já, og svo unnir, sko, S-mótið tvísverðu, þetta var þessi árgangur. Já, er þetta bara þægilega árgangur eða? Já, 92 voru mjög góðir, sko, og svo einhvern veginn 93 árgangurinn var ekkert frábær, en þetta var sem sagt bara hvað maður að segja, bara ultimate team Suðurnesja. Shit, það er þetta rosalega. Það voru bara bestu leikmenn Njarðvíkur úr Garðinum og Sandgerði og bara allstaðar að, bara safna saman í eitt lið, sko. Er einhverju kóngar sem að fá sjátt þarna? Sem að fólk þekkir? Kannski á er þetta svona fallnar hetjur? Já, það náði enginn eitthvað langt, sko. Nei. En þeir sem hafa spilað á mót okkur á þessum tíma muna eftir Lúkasi. Já. Daniel heitir hann. Reyndar er minn besti vinnur, en hann var svindlkall á þeim tíma, sko. Það var bara að koma með móttu þegar hann var 12 ára og bara ótrúlega sterkur, sko. Sko varstu eitthvað í körfunni? Þú hlýtur að Já. Þú ert ekkert Njarðvíkingur ef þú ert ekki í körfu, sko. Það er bara, ég hætti í körfu hérna rétt árið skipti yfir í Keflavík fótbolta. Já. Einhvern veginn fannst ég þurfa að velja á milli, sko. Varstu góður í körfunni? Já, ég myndi segja ég væri bara, fjandi góður, sko. Eða bara ágætur. Ég var einhvern veginn bara góður í flestu. Ekkert eitthvað eitt sem að stikkar út, kannski. Já, öfugur Martin Hermannsson. Já. Hann valdi fótboltan, Martin valdi körfuna. Já, hann held að hann hafi valið rétt, sko. Hann er ógeðslega góður í körfuna. Þú spila með Keflavík, sko, hvenær áttarðu á því að þú gæst orðið atvinnumaður? Var eitthvað sem þú vissir alltaf og stemdi alltaf að því? Já, ég stemdi alltaf að því, sko, og gleymi ekki þegar ég var á Laugardalsvelli, nú man ég held að hafa verið Svíþjóð heima, ég man ekki hvað árað var, en þá fór ég og pappa á leik og ég sagði við pappa, ég skal lofa þér ég með spila í dag hérna fyrir landsliði. Var ekki Zlatan það? Jú. Já, ég var á svo leik, 4-0 fyrir Svíþjóð eða eitthvað. Jú, þetta var eitthvað þannig. Zlatan geði ykkur svo leik. Það var þá einhvern veginn sem ég bara svona, ég er að fara að vera atvinnumaður. Já. Og það var einhvern veginn no way back, sko. Það var bara, æft mjög mikið og einhvern veginn hausinn var bara settið þangað, sko. Já. Hvenær veit maður samt að því að eins og Leifur segir réttilega, ég ætlaði líka að vera atvinnumaður í fótbolta. Hvenær veit maður að það er orðin kannski raunhæfur möguleiki? Það er einhvern veginn bara, hvað ég segja, þegar þú finnur bara að þú ert bara með þeim betri í þínum árgangi, þegar þú ert yngri og þá einhvern veginn svona eðlilega gefur þær betra sjálfstraust. Og svo einhvern veginn bara er þetta, við þá 14, 15, 16 ára, þá áttar á því, hvort þú actually viljir þetta eða ekki. Og svo bara er þetta, eins og ég segi, sjálfstraust skiptir öllu máli. Mikið að fórnum á yngri árum? Mjög mikið. Og er enn, þetta er ekkert alltaf dans á rósum, maður missar öllum afmælum og öllu, skiptingum og öllu. Þú veist ekki að fáið bútværin á þriðjudegi, sko? Nei. Skál. Já, skál. En nei, það er, eins og ég segi, þetta er bara, þetta gefur og þetta tekur. Já, klart. Þú fer að lán til Sandnes Ulf árið 2012 og kemur aftur heim. Já. Hvernig var þessi tími? Hræðilegu, sko. Það ringdi í 3 mánuði. Ég var þetta rétt fyrir utan Stavanger. Þetta var bara mjög depressing, sko. Þannig að ég fór beinustu leið heim, sko. Ég var alveg fastur á því að ég bara ætla heim aftur og standa mig vel og fara svo eitthvað annað, sko. Þannig að fyrsta upplifun atvinnum var ekkert frábær?
hún var ekkert frábær sko en ég einhvern veginn hugsaði þetta á þeim tíma einhvern veginn ekkert að þetta væri að fara að vera permanent akkurát þarna mér fannst ég ekkert vera tilbúin og ég vildi koma aftur heim 2012 út 19 ára þannig ekki já, í 93 þannig að já, ég bara var fastur á því að ég að fara heim aftur þannig að og það reyndist heldur betur rétt ákvörðun já, það einhvern veginn trust your gut einhvern veginn feeling að fara heim aftur og já, valinn efnilegasti leikmaður 2013 Keflavík refresh my memory Keflavík voru ekki bara drullu góður eða eitthvað? Nei, við vorum ekkert frábæri sko en jú, við vorum ágættir Þið voru í allavega efstu deild og svona Já, við vorum alltaf efstu deild sko en við vorum einhvern veginn alltaf að berjast sem ég bara fyrir líf okkar annars sko Ok þó sem við værum með, þú veist Gumma Steinars, Halla Gumm og þú veist, frábæra leikmenn sko Hólmar Rúnarsson eða ekki? Hólmar Rúnarsson Við reyndar í FH hann á þessum tíma Já en það var samt góð ákvörðun að koma heim 2013 Já, gengur svo til þess við Norrköping frá 2014 til 2016 Akkur valdur Norrköping og voru fleiri lið þarna í mixinu? Ekki sem að ég fekk að heyra af allana þannig að ég bara leist mjög vel á að fara til Svíþjóðar var mjög spenntur, það var Gunnar Heiðar varðna árinu sem sagt árið 2013 og eitthvað fyrir líka en og bara heyrt frábæra hluti það og pabbi þá líka og þannig að okkur fannst það bara gegja að fá að þá að fara út eftir að hafa átt gott tímabil á Íslandi Kannski hálf fáránleg spurning en segjum að þú hefði fengið múfið til Sandnes tvítur heldur þú hefði komið heim þá líka eða þetta líka gera með bara að vera andlega tilbúin og þroskaður kannski Já, þetta var einhvern veginn þetta kom upp, þetta Sandnes move kom upp bara mjög skyndilega þeir einhvern veginn voru í algjöru basli í efstu deild og þeim vantaði bara leikmenn á láni bara ASAP og leitu til Íslands, þetta er mjög lítill klúbbur fengu mig og Óskar Örn Hauks Steinþór Freyr Stálmúsin var þarna fyrir Stálmúsin og með innkastin sín þarna og eitthvað en þannig að þetta var einhvern veginn alltaf bara að hugsa fannst mér, ég bara fara að vera þarna í þessa 3,5 mánuð svo er ég bara að fara að koma eftir heim Já, þú varst aldrei að horfa á þetta eitthvað permanent? Nei, ég var aldrei að horfa á þetta permanent ég var einhvern veginn bara, ég ætla bara að hjálpa þessu lið að halda sér uppi ég skoraði ekki eins og markan held ég sko en hausinn var fastur á það að koma eftir heim Já, gengur svo til íðs náttúrulega við Norrköping spila hellinga leikjum á tímanum sem þarna og setur slatta mörkum líka samkvæmt þeim önunni var þetta ekki bara geggjaður tími það? Jú, þetta var mjög góð tími sko, ég fekk einhvern veginn bara ég lenti á mjög góðum þjálfara Janni Andersson sem var svo síðan meir landsliðsþjálfari í Svía og hann einhvern veginn gekk mig bara í föður hlutverk einhvern veginn, tók mig bara undir arminn og bara leiði mér að gera mig mistök og leiði mér bara að, hann bekkjaði mig og raunaði og allt það en það er bara partur af þessu og eins og ég segi, svo kom ég inn á að hann gaf mér svona frí ról bara að gera það sem vilt en skila það tilbaka því að annars er þetta búið sko. Er mikið sjokk þegar maður, við höfum spurt aðra knattspyrnumenn að þessu en maður er alltaf bara búin að vera heima í Keflavík og hafa kósí bara með vinum og fjölskyldu og þau eru alltaf mættur einn út í atvinnum sko, er það ekkert erfitt fyrir hausinu? Jú, það er alveg, þetta er alveg krefjandi sko, allt í að fara, ég mjög heppinn með mamma og pappa og fjölskyldu að ég var bara í bómull bara, fötin komið brotin saman eitt í mig eina síðast að gera var að setja inn í skáp sko, sem að gera þið ekki oft sko. Þannig að það var alveg smá sjokk fyrst sko, og mamma mín útbjóð sko, hvernig, ég keypti alveg eins þvottavél á mamma sniðut. Mjög sniðut þannig að hún bara, ég á þessa bók ennþá sko, ég er með hana ennþá heima núna í dag, ég er að fara að setja í þvottavél en það voru uppskriftir, mataruppskriftir og það var, það hjálpaði mér mikið sko. Já, varstu ekki að fara að vekja athygli á þessum tíma? Svona hvernig þá? Ekki, ég er að tala um innanvalla bara Já, það var þá fyrir Norrköping eða meðan ég er að Nei, ég er að tala um bara að þú ert að standa eins og hetja þarna í Norrköping þú ert þarna alveg í góð 4 ár þarna 2,5 Já, 2,5, sorry þú ákvæmst að ég basically að spyrja bara hvenær byrjaðir að horfa ég geti mögulega fengið eitthvað stærra Það var eftir 15
tímabilið mitt þá held ég að vera með maður rétt 7 mörk og 10 assist einmitt þannig að jújú þá ungur og fer maður að hugsa stærra sem ég fannst samt vera rétt tímapunktur á þeim tímapunkti og þá var Rapid sem að kom inn byrjuði bara strax í desember og bara vildu fá mig bara strax í byrjun janúar og ég vildi bíða út af EM á þeim tíma og þeir voru mjög skilningsríkir þeir einhvern veginn bara sögðu bara ok, við bíðum og við komum með aftur bara. Þetta er ekki hansi sjaldgæft eða? Mjög sjaldgæft og svo flýi ég hérna út og tala við þjálfarann og sportchefinn og forsetann og allt þetta og þjálfarinn einhvern veginn setur bara upp fyrir mig bara plan búin að leikreina allt saman og hérna og svo, já, fer ég bara tilbaka til Svíþjóðar og fer á EM og fæ svo SMS upp að, en þarna er ég reyndar búin að skrifa undir þegar ég fer á EM og að þjálfarinn er Regin, að búin að reka þjálfarann. Sorry, varstu búin að skrifa undir að Rapid áður og fórstu á EM? Já. Áður og settir til Austurríki? Já. Það var alveg það var vinsælt og ekki því að markmaðurinn í Austurríki spilaði fyrir Ástría Vín. Já. Og ég var hjá Rapid Vín, þannig að það var mjög gott. Það var einhverju sem voru. Þetta er minn maður. Þannig að það var alveg smá heit og smá lof en hérna, já, ég fæ aldrei að spila undir þeim þjálfara, hvernig hann hafi sett þetta upp, Nei, en kannski þetta heimskur það er svo stutt á milli. Það er stutt á milli ég segi alltaf að þetta er game of margins. Já, ég segi það. En hefðu átt að bíða til að EM var í búið eða? Maður getur alltaf spurt sig að því eftir á, og eftir á að hyggja einhvern veginn, þá hef ég samt stend á þeirri skoðun að nei. Því að þetta var það mikill áhugi og þetta var, þeir gáðu með þennan tíma bara til þess að hugsa og bara, taka með minn tíma, komi, 2-3 svar og bara þeir vildu þetta, vildu bara mig og þannig þá fannst mér einhvern veginn þetta vera rétt bara á þeim tímapunkti og já, það náttúrulega virkaði ekki á þeim tímapunkti og það er náttúrulega margt sem að spila inn í, ég var verið með 4 þjálfara með þá þessum sem ég átt að spila undir þá var ég með 4 þjálfara og 2 sportchefa á einu ári sem er náttúrulega ekki gott heldur þannig að, en það er svo eins og segja, maður getur ekkert alltaf bara kent því þetta náttúrulega var líka ég sjálfur sem að kannski komandi úr góðu tímabili í Svíþjóð og einhvern veginn leit bara allt of stórt á mig kannski á tímapunkti og hélt þetta yrði bara walk in the park ég er þetta góður, ég er búin að sína og sanna þetta en maður er ungur og vitlaus og lærir að þessu en það er einhvern veginn já, þetta var mjög einhvern veginn og svo bara inn í end þá var ég bara ekkert klár fannst mér, en maður hugsaði tilbaka En er samt ekki svona til að peppa aðeins það er örugglega helvíti þreytt eins og þú segir, þetta liðbúður eldast við í allan þennan tíma og þessi þjálfari er búin að sjá því einhver sérstökur hlutverki og svo ertu mættur ánga þegar hann er látinn fara eða? Nei, ég er bara á EM ég er bara búin að spila heldum spilað á móti bara Portugal, eftir Portugal-leikin eða Ungarleikin, maður ekki að þá fæ ég SMS að það er búið að reka þjálfarann og já, það er bara að klappa á klart þannig að, nei, en það eins og ég segi, þetta var svona maður horfði tilbaka, það hefði maður getað sjálfur gert miklu meira en svo aftur á móti líka þarf maður að horfa rýna í stöðuna þetta er allt öðruvísi fyrirkomulag út í Evrópu heldur en á Skandinavíu til dæmis þetta er meira svona friendly environment í Skandinavíu en þarna er þetta bara það kemur ný þjálfari inn og hann vil ekkert með þið hafa hvernig er þetta þarna er búin að spila í Svíþjóði nokkur ár austuríska deildin, ég held að séu fáir sem vita eitthvað hana hvernig er hún samborið við bara sem til dæmis sænsku deildina? Hún er mjög sterk hún er mjög fysikal það er mikið návíi, mikið hlaup og þetta, svo erstu náttúrulega með Salzburgana og á þeim tíma þá voru þeir bara langbestir Þannig eru þeir orðnir RB og allt í gangi Já, þetta var bara Red Bull Salzburg það var bara þegar Red Bull er þaðan úr Salzburg, þannig að gæinn sem stofnaði og hann og þetta var, bara átt engin break við fórum í bikarúrslita mótið og töpum 2-0 minni mig
þetta var bara, það átti ekki breyk, sko. Já. Þannig að þú varst svona, að því að þú varst búin að skrifa undir samning þegar þú setur markið á móti Austurríki sem fyrir betri verið eftir, en þannig að símið þinn var bara nokkur rólegur þrátt fyrir markið eða eitthvað? Já, og ég einhvern veginn, eins og ég segi, ég var búin að skrifa undir þetta og umboðsmennir voru bara ekkert að láta mig náttúrulega ekki, ef það var eitthvað, það var ég bara búin að skrifa undir mér samning og var mjög spenntur bara fyrir þessu gigi, en já, eins og ég segi, fór eins og fór. Já, mögulega kannski, eins og segir, eitthvað, þá kannski spyrir bara næst, okkur var þetta svona stutt stopp í Rapid Wien? Það var basically út af þessu, með þjálfara, með stöðuna sem ég var komin í, það er þjálfari, og ég get nefnt hann á nafn, Damir Kanadi. Já. Við erum ekki góði vinnir. Nei. Það var bara á fyrsta fundi að, ég er jafn mikið vörð eins og gæðin við hliðin á mig sem að var þá, þannig ekki bara 17 ára og var að varaliðinu, sko. Já. Einmitt það sem maður vil heyra þegar maður mætti nýtlið. Þetta var bara fyrsti fundur, sko, þannig að maður svona, að ég var dýrasta sæning í sögur Rapid Wien en það daginn í dag. Takk. Þannig að... En hann gaf ekkert fyrir það? Nei, það var... En, svo hugsa maður út í þetta, þetta er bæði... hefði eitthvað sagt þetta við mig í dag, ég tekið þessu allt öðru þessu heldur en ég gerði þá. Já. Maður er miklu meira mature og maður er einhvern veginn... hann er greinilega og var að reyna að kveiki í mér. Ég hef greinilega ekki verið upp á mitt besta þarna, sem ég var ekki. En þetta fór alveg öfugt ofan í mig á þeim tíma, en þetta hefði ekki gert það í dag, ég hefði farið inn eitt og út hitt, skilur. Svara maður eitthvað svona manni eða? Já, við áttum alveg heated conversation, ég get alveg sett það, sko. Það var ekkert, þetta var bara að frá og með þessum fundi þá var þetta eiginlega bara svona, ég er ekkert að fara að spila mínútu hérna, sko. Heldur þú mögulega hann að bara reyna að jarðtengja þig eða? Það er sem ég var að segja, mögulega var hann að reyna það á sinn hátt, eins og hann kann. Og ég hef verið með klikkaða þjálfara á mínu ferli, en þarna einhvern veginn leið mér heldur ekkert það vel að ég var ekki að spila vel, ég var ekki að spila reglulega og fannst ég eiga meira inni og einhvern veginn þá fór þetta bara þveröfugt og onnýmisk. Spólum aðeins fram í tíman, þú ert svo keyptur á 1 milljón evru til AEK Aþenu sumarið 2017. Varstu þá þarna byrjaði bara að biðja umbæðunum að skoða eitthvað annað og vissir að þetta væri að sigla í strand? Já, eða ég fer á láni frá Rapid til AEK í Aþenu og ég þyrfti bara að skipta umhverfi. Ég var bara, eins og ég segi, maður var bara semi-árið þunglindur þarna, en það líka bara, sannaði sig að þetta var eitthvað sem, það var sem eins og þjálfarinn hafi ekki eins og vitað að ég væri þarna. Já, AEK? Já, þetta var eiginlega bara, Þetta er bara svo Chelsea bara nú í dag. Já, þetta var sem ég bara, hann held ég væri frá Svíþjóð á einhvern tímapunkti og ég var bara svona, nei, ég er frá Íslandi. Og bara, já, ok, flott, fara á bekkinn. Og þetta var allt eitthvað mjög loðið, sko. Hvort þetta hafi, já, eins og ég segi, ég hef ekki grafið betur í þetta en ég er svona með mínar, ég hugsa alveg hvernig þetta hafi virkað þarna. Já, ok. Umboðsmenn og allskyns. Já. Hefur þú skipt umboðsmann síðan? Já. Skiptir þú kannski eftir þetta? Já. Nei, ekki eftir þetta, nei. Eftir Malmö skipti ég. Var þetta mögulega þannig að þarna, þú varst forin það þreyttur í Vínarborg að þú hefði bara tekið einhver liði frá Kazakstan? Ekki alveg, nei. En nálægt í. Já. En svo ég meina AEK Aþena, sko, gleymið ekki að þeir vinna titilin þetta árið, sko, þannig að þetta er alvöru lið sem var að sæna þig þarna. Já, þetta var, og þetta voru þetta líka geggjaði gæjar, sko. Já. Hugo Almeida var upp á topp Einmitt. Og við vorum með frábæra gæja í hverju stöðu, sko. Landslýsmenn úr öllum löndum og þannig að þetta var mjög gott lið. Já. Og ég einhvern veginn bara eins og segi, kantarinn okkar, Pato Rodríguez heitir einn og hann var að spila með Neymar og það var alveg fútt í þessu liði, sko. Þannig að maður einhvern veginn, já. Maður hefur heyrt, sko, margar skemmtilega sögur á Gríklandi, sko. Já. Heyrðum eina á sunnudaginn. Já, eina af þeim geta heimildamann okkar. Nei, en við getum samt bara getið heimildamann að menna Gummi Tóta er viðtalið þungaði þetta í gerð, hann talaði bara til dæmis að hann bara er ekki búin að fá útborga núna bara í halvt ár, sko. Já, annars vegar það og hins vegar, sko, þú veist, ef þú rýnir í töfluna langt aftur í tíman, þá er þetta alltaf sömu 4 lið. Fannst þið einhverja lykt af einhverju misjöfnu þannig? Já. Það var afdráttarlaust, já.
Já. Er þessi deild fixuð? Já. Eða þú veist, þegar þjálfarar eru keyptir þarna, sko. Já. Ok. 100%. Þetta líka alveg eins og Leifur segir, það eru bara 4 efstu liðin búin að vera þarna bara í 100 ár, sko. Já. Þú sást líka leikinn bara hjá Pák, þannig að fórsetinn labbaði inn á með byssu, sko. Já. Það er ekkert eðlilegt við það, sko. Það er enda ekkert eðlilegt við það, Það er bara að stytta líf dómarans. Það var bara ósáttum við dómar. Þannig að, nei, þetta er, hvort það hefur verið bara annar leikurinn eða eitthvað. Þá fáum við rautt spjald, bara mjög fljótlega í leiknum og sem var alls ekki rautt spjald. Og svo fyrir við inn í hálfleik, erum 1-0 undir og komum út í seinni að þá fá þeir rautt spjald mjög fljótlega. Já. Og við skorum og svo fer ég út af fyrir bekkinn og við skorum sko ólöglegt mark, bara það var svo mikið rangsta og ég leit á gæðin við hliðina á mér og ég segi, þetta var rangstaða og hann horfði mig og sagði velkomin til Grikklands. Shit, hvað góð lína Welcome to Greece. Það var svona, okay. Ok, skemmtilegt. En launin, skiluðu þau sér? Þau skiluðu sér. Varstu að fá greitt frá þeim með það? Já. Það er og ekkert vesen? Aldrei neitt vesen. Það var ég held að sé regla frá UEFA og FIFA eða hvernig það er, ef þú ert í Evrópukeppni. Já. Þá verður að skila á þér, annars kastað út. Já, þetta er rétt. Þetta er örugglega meira vesen hjá neðri liðunum en í Grikklandi, sko. Já, þá ertu bara í fullandi veseni, sko. Já, en þú þurft að láta einn mann vita því fyrir. Þarna, algjörlega, sko, eftir fundin þarna með þjálfara AEK þennu, þarna, þegar hann var að taka mútið nýja svíjanum sínum, var þetta no going back eftir það, eða? Já, ég fóð samt, á þeim tímapunkti var ég einhvern veginn farið bara svona vera frekar bara líka glað, sko. Já. Þá var ég bara að hafa gaman, sko. Ég bjó í Aþenu og þetta var sturlaður tími, ef maður bara einhvern veginn horfði tilbaka, við byggum í Aþenu og við vorum ballaus þarna á þessum tíma. Við vorum bara að njóta dagsins og oft á tíðum æfðu við seinnipartinn út af það var svo mikill hiti. Einmitt. Þannig að þá bara vöknuðum við seint og fórum í góðan brönns og bara vorum bara að njóta þess að vera þarna, sko. Sko, ég ætla að segja hvaða hljómar við. Já, einmitt. Það var alltaf gott viður, geggjaður matur, ódýrt. Mælurðu með Aþenu? Já. Farið ég þá til Glifada, Vúlagmeni eða Vúla. Og gastu það, og þú gast alveg kúplað út og aðskilji vinnuna bara á einkalífi þarna? Já, og okkur, mér var ráðlagt að búa freka vel. Það er önnur saga. Þannig að við bjuggum freka vel. Vorum í, þetta voru 3 hæðir, mjög 200 fermetra íbúð og með sundlaug og bara, mjög flott. En á 3 hæðum og það var ein kona sem átti þetta sem að klúbburinn reddaði og já, við einhvern veginn fórum og skoðum þetta og okkur leist vel á þetta og svo átti að skrifa undir pappírana og þá stóð bara mjög lág summa á pappírnum og ég sagði við aðilann frá klúbbnum, ég sagði, herru, þetta er miklu meira en þetta, ekki? Hann sagði, jú, þetta er bara á pappírnum og ég sagði, já, hvað er restinn? Það er undir borðið, sko. Þannig að, maður fekk bara strax að vita, ok, þetta virkar svona, sko. Já, sko, samkvæmt einföldu Google og bara með að fara á Wikipedia síðan, þannig ég er ekki upplæstunum í leyndamáli og þá, þú ert reyndar að láta laga það, en þá kemur að þjálfarinn hafi losað við því þannig í desembermánuði eitthvað rift samning, hvað gerðist raunverulega? Nei, þá var ég bara, ég var á láni í 1 ár, sko, og tilbaka til þessara konu sem átti hús, hún vildi fá 1 ár fram í tíman. Já. Greitt. Sem betur gerði ég bara hálft ár. Þannig að, nei, en já, ég var á, það var ássamningur, lánsamningur, en svo kom Malmö freka fljótt þannig í desember og þá bara losaði ég mig, sko. Þjálfarinn var ekkert að, hann hefði bara verið glaður, sko, hann vissi ekki hvað hann í kom, sko. Þannig að, nei, það fyrir til Malmö í 2018. Einmitt. Já, áður koma því, aðeins að minna á búlluna. Og Mason Westman líka. Já, sannarlega Mason Westman maður. Senni bara ég hvet alla núna þegar að veðrið er búið að vera svona gott og verður vonandi áfram að kíkja á Löfvein og já, smakka Bubbles. Það er rosalegt nýtt freyðvín en síðan líka þetta rosa kampavín í sérstöku uppaldi hjá okkur Katbræðrum og þessi vín má auðvitað finna á missilistöðum víðum heim.
Robert Westman, hann ekkert að fíblast? Nei, hann finnst ekki... Ef hann ætlar að vera með eitthvað hobby, þá gerir hann það alvöru. Já, hann hlæðir ekkert mikið þegar það kemur að Winger, sko. En svo erum við líka auðvitað með búlunni. Áttu þér uppáhaldsbúlu, Arnór? Já. Já? Hún hérna, við erum að tala hamburgerbúlu Tómasar. Já. Hún hérna, nú er ég svo lélegur í, en hún hérna á við höfnina í Reykjavík. Já, Geirsgatan. Geitin. Já, þú bara tala um elsta veistustu bara. Já, það mín uppáhalds. Það verður ekki nokkur hambúrgar þar. Já, laglegt. En búlan, hún sendir okkur einmitt til ársins 2018 þar sem að þú gengur til liðs við stórliði Malmö sem líklega þetta liði í Skandinavíu ásamt FCK. Ég heyrði einhvern tíma sænska deildin spilu og Malmö vinnur, sko. Já. Það smá þannig. Þetta bara stærsti klúbbur í Skandinavíu. Og það ekki bara... Og það ekki gríska velkomin til Svíþjóðar. Það spilaði fótbolti. 3 hálsa samningur, varstu ekki ánægður með þetta múf? Eftir Rapid Wien og AEK dæmis. Jú, þetta var bara frábært, sko. Þetta var svo góð lending. Líka leið og þeir komu inn í myndina. Þá var ég bara, herru, við erum að fara þangað. Þá voru fleiri klúbbar í Svíþjóð sem að höfðu áhuga. En Malmö var bara, það var no-brainer, sko. Þannig að já, það var mjög góð lending. Hversu mikill munur á Malmö og Norrköping? Þetta tvennt ólíkt. Malmö bara, þetta bara sem sagt, winning mentality þarna svo gífulegt, sko. Það bara, við vinnum 1 eða 2-0 en það samt búað á okkur, sko. Því að við bara vorum lélegir. Já. Sko, þetta bara real í Svíþjóð, það ekki? Jú, þetta fáralegt, sko. Fara yfir sko Austurríki, Grikkland og Svíþjóð, engin eins og í Svíþjóð þegar kemur að stundismenn eða Grikkin kannski snarbilaður líka? Hann snældu við þessu. Nei, ég ekki að grínast, sko. Það stóruliðin megi ekki sem sagt Olympiakos og AEK, PAOK og Panathinaikos þegar útileikur sem sagt á móti eitthvað af þessum 4 þá mega sem sagt stundismenn útilegsins ekki koma. 0, nada. Já, nei, 0. Því að þeir bara... Já, það ekkert eitthvað hólf í horninu á það. Nei. Þeir drepa kona. Ég mætti á völlin þar sem ég var ekki í hóp eitthvað tíma og það var skriðdriki. Herinn var hann, sko. Og ég að labba að vellinum og ég fæ piparspray sem sagt í augun bara sem að bara í svífandi í loftinu, sko. Þetta var bara svona það var spila á móti AC Milan og það var á heimavelli á Ólympíuleikvangnum þegar að vera að byggja völlin hjá AEK að það voru þá 70.000 manns eða hvað hann tekur, það var tróðfullt og blísin út allt þetta var bara, þetta sturlað, sko. Þeir eru ekkert að grínast, sko. Shit. En Svín samt að nettbilað líka, ekki? Hann geggjað, sko. Og þeir einhvern veginn þeir styðja alltaf við því, sko. Og í þó svo þú ert að drulla á því eins og við erum að gera en þá samt stuðningur en þeir vilja samt meira eðlilega en þeir standa alltaf, þeir mæta alltaf, sko. Mér svo merkilegt í Svíþjóð, sko, því að ég hef einu sinni farað þangað, ég hef sagt þess að sögu áður og sorry hlustendur fyrir það sem maður heyrir þess að sögu í 5. sinn. Sko, ég gæti ekki að fara á hótelbarn og fengið mér 1 bjór þar því að hann sagði hann vildi ekki gefa mér bjór. Hann sagði bara að ég var of fullur, ég var búin að fá mér 1 bjór. En stuðningsmennir, þeir gildi ykkur önnur lögumál þar. Já, Svíinn náttúrulega frekar soft. Já. En já, það mjög leiðilegt að heyra, sko. Já. Já, það nú endur bara gott á þessu. Ég veit ekki ástæðu það. Ef þú horfum bara heilt yfir tíman hjá Malmö, hvernig fannst þeir ganga og kannski bara segja okkur það frá þessum tíma? Mér fannst ég á þeim tíma að vera að spila með besta fótbolta. Sérstaklega 2019 þá var ég kominn og færður inn á miðjuna hjá Uwe Rössler. Já. Það alvöru þjálfari, sko. Hann 2019 átti mjög gott sísón og bara heilt yfir í Malmö bara ég lít tilbaka á Malmö tíman sem var bara geggjað, sko. Og ég á fullt af vinum ennþá í klúbnum og tala reglulega við, sko. Já. Hvað hjálpar mikið þegar maður mættur til liðs og Malmö og jafnvel eins og tala Norrköping á hann að svona fá, kannski segi ekki lyklana en að fá bara trausti strax frá degi 1, munar ekki öllu það? Jú, það Samborið, þú líka lent í hinnu. Já, ég lent í þessu öllu en að þjálfarinn bara hefur trú á þér og
sýnir traust að þú veist, það skiptir gífurlega miklu máli fyrir atvinnumann í fótbolta því að þú veist, þetta vinnaðinn, þú veist að mæta á hverjum degi í vinnuna, það ekki gaman að mæta á skrifstofu vinnu þegar að þú veist að bossinn bara gjör svona þólið ekki sama hvað gerir það lélegt þetta ekkert gaman þannig að, en jú, þú veist, það var þarna, þú veist, ég var með 3 þjálfarar þar á 3 árum þannig að, þú veist, þetta smá svona en þeir ekki þekkti fyrir að halda í þjálfara mjög lengi í Malmö, sko, saman þóttu vinni, sko. Var ekki Mílos Reykjavík það því að bara spila ekki nógu góðan bolta eða eitthvað? Já, það var bara lótið var á mikið, sko og missir eldri leikmennina í Malmö og bara getur pakkað saman dörfum og fara heim, sko. Og þetta þannig klúbur og það bara ekki eins og nóg að vinna leiki 1-0? Nei. Og þú finnur einhvern veginn bara þú kemur inn í og lappar inn á stadion sem leta stadion eða hvað hann heitir núna að þarna þú finnur bara svona í veggjónum bara, þú veist, kona sem að þrífa klósettin hjá okkur, þú veist, lætu þið heyra það ef þú varst lélugur. Þetta bara svona, þetta geðveikt að vera partur af. Já, trúi því. Þú veist, vera með svona mikla pressa á þér alltaf og þú þarft að delivera, skilu. Náður í skottið á Káraðan? Lætið þú samt skúringakonuna heyra það ef hún ekki stönd? Nei, alls ekki, sko. Alls ekki. Náður í skottið á Káraðan? Nei, hann var farinn. Kári er svo gamall, sorry. Já, hann var farinn. Nei, ég fór að hugsa þegar þú spilaði á móti Chelsea. Já. Í Champa. Í Evrópudeildinni. Já, ok. Chelsea endaði að vinna þetta árið. Já, ég mætti í Rafa Benítez, held ég, titillin. Tókstu treyju þar? Kovacic. Já, Kovacic, wow. Kovacic. Allir að skoða YouTube með það Kára Árna móti Real í Malmö, það helviti gott nefnand. Svo í mars 2021 gengur þú til liðs við New England Revolution. Þetta óvænt skref, eða hvað? Já, og það eins og sama, það var hérna eftir 2020 og þá einhvern veginn fannst mér ég þurfa bara eitthvað nýtt og ekki það að ég hafi verið eitthvað mikið desperate en einhvern veginn mér fannst ég samt þurfa nýtt nú alltaf að tala þjálfara hérna en það var einhvern veginn við vorum með þetta ég var ekkert í mikið í plönunum hérna og með eftir tímabili sem ég átti á árið á undan fannst ég mér eiga meiri virðingu skilið og ef við endum á að vinna deildina þarna, skilur við þannig að maður getur ekkert sagt en aftur á móti þá var ég bara svona prófum eitthvað nýtt sem kannski hefði mátt vera þolinmóðari en ég samt, eins og segja, ég sé ekki eftir einu eða neinu en ég vildi prófa Bandaríkin og það kom upp þetta gig og í Boston líka það sem að Geðveikborg stutt heim og þekktum fólk þarna fyrir þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt, sko. Getur maður sagt við umbásinn þegar maður tilbúin að hugsa þetta hreyfings bara þarna, já, líklega en þú veist það ekki tækt að þarna, eins og segið, þú þarf bara að treysta á eitthvað að koma upp frá Bandaríkjunum, það ekki tækt að markasetja eitthvað í, eða hvað? Jú, þú getur alltaf plantað einhverju, tala bara við klúbba og sagt að hann tilbúin til að koma og hann tilbúin og bara planta nokkurum eins og kostum ná að planta nokkur sítum í Bandaríkjunum og það hefnaðist og það var ótrúlega gaman, sko. Hvernig þarna, að því að mér finnst MLS-deildin, hún svona smá myth fyrir mér. Hvernig MLS-deildin? Maður horfður að menn taka víti og maður skilur ekki alveg og svo maður sé, leikin sem Gummi Tóta spilaði og maður skilur smá eins og sem bara einhver íþrótt, sko. Já, sko, Gummi hefur alltaf að hliða þess en ég. Hann vann hérna MLS Cup, hann sló okkur út. En svo þarftu finnst mér líka að vera mjög heppin með eins og þjálfara. Sem sagt ég var með Bruce Arena sem náttúrulega legend þarna í Bandaríkjunum og það ég kom frekar seint ég mista fyrsta leiknum út að vísa á einhverju dæmi þannig að ég vildi komast bara fljótt inn í þetta og talandi um myth að þá fer ég og tala við hann og hann segir it's quite simple, it's 11 against 11, you just figure it out. Góða punktur. Fundurinn búinn. Út með því. Fyrir þetta frábæra punktur sem að var, þú veist, já, ok, fæn. 22 leikmenn og 1 bolti. Já, þú veist, bara skoraði en þú veist, þannig að þetta smá svona þetta frekar vilt, sko. Já, talaði hann alltaf soccer, Já, sem var fyrir taugarnar á mig. En þú veist, þetta bara mikið fram og tilbaka ekki einhvern veginn mikil hugsun á bakvið hlutin sem þú varst að gera, þú veist, og þeir ætlast líka bara til þess og gerir eitthvað með boltan, leið og fara hann, þú veist, gera eitthvað. Það er engin struktúr, það er ekki bara Nei, þú veist, það eins og ég segi, þú veist, sum liðin sem ég mætti og til dæmis hvað skrítið, því að fullt af peningum hann. Já. Og það er, þú veist, eins og New York á þeim tíma, Gumma á þeim, voru bara með
mjög góðan struktúr. Þú voru með hvað heitir hann, Ronny Deila, þjálfari norski. Hann var bara með struktúr á þessu. Þetta var bara svona spiluð og þeir voru bara þvílíkt góðir, sko. Já. Og svo mættu þeir okkur, við rústuðum deild, eða sem sagt þá supporter shield, heitir það, sem þá basically East og West fara í eina deild, sem þá bara stigasöfnun, sem sagt, og við slóum MLS metið og eigum það þá í dag, með stigasöfnun. Regular season. Já, regular season, þetta bara eins og í NBA, við fylgist með NBA. Og við gjörsamlega pökkum því saman. En svo förum við í fyrsta leik í playoff og dettum út. Já. En bara season gone to waste. Þetta basically eins og körfubolti, sko. Þetta þannig þess að ég hugsa þetta, sko. Já. Maður bara svona, þetta fárán. Komandi úr Evrópu. Maður bara, ég skildi þetta ekki. Og svo bara, ég veit ekki, mentality var bara, við töpum ykkur leik og ég var fjúming, ég var að tapa á hannum og maður horfði svona í kringu svo þeim var semi bara slétt, sko. En þetta ekki þá bara, af því að það ástæðan fyrir ég hef aldrei tengt við NBA, út af þessu regular season dæma, þetta skiptir einhver máli, skiptir þetta einhver máli, regular seasonið þá? Þú ert bara að ná topp 8. Ég að segja það, skiptir einhver máli hvort þetta í fyrsta eða 8. Þú færið alltaf eins og við fengum eitthvað bæ í fyrstu umferð, þannig að við spiliðum ekki fyrsta leikinn, þannig að við bara fórum beint inn í 8. liða eða 4. liða eða eitthvað. Og þar, dettu við brútt, bara takk og bless. Þannig að þetta svona, já eins og ég segi, við töpum ykkur leikarna og það getur náttúrulega ekki lið fallið, sko. Nei. Og það voru menn bara svona, slakaði bara á, Var þetta 2 leikir einví eða? Vinnum næsta leik. Var þetta 2 leikir einví eða 1 leikur eða? Vá, þegar þú segir það. 1 leikur. Bara 1 leikur? Það steikt. Heimavelli í okkur. En gæðin? Það nefnilega ótrúlega mikil gæði þarna, sko. Leikmenn eru bara, maður ykkur Rodríguez eða eitthvað, bara á kantinum hjá bara Houston Dynamo eða eitthvað. Bara skeinir bara leikmennum, en maður aldrei heyrt hann. En þú eru síðan á milli ykkur sem bara... Já, það er þá fótbolta? Já, kannski ekki alveg, en gapið er svo ótrúlega mikið að þú ert með launaþak, svo ertu með designated players sem eru 3 og þeir geta verið á $10 million ári, en svo ertu bara með, segjum bara $5 million sem þú þarfst að skipta á bara 20 leikmenn. Já. Og þar gapið er bara gífulegt, skilur. En mér finnst samt til varnar við deildina og hvað þeir eru að reyna að gera er að þeir eru að ná í miklu yngri leikmenn núna, áður fyrir eins og þeir muni kannski Beckham og fleiri, skilur, Kaka og einhver legend voru að fara þarna til að sæna þessu út. Jú, það er en það í dag líka, en flest og mörg lið er að ná í miklu yngri leikmenn til þess að brúa bilið örlítið meira. En þetta eitthvað þau eru komin í bara einhverja pólitík en þetta eitthvað að ganga hjá þeim? Það er svo mörg ár síðan maður heyrði með MLS-deildina, skilur við? Já. Eins og þegar Beckham fór... Já, en hann er samt... Svo pælir maður í því... Ok, til dæmi sem er skemmtilegt, þegar berum það saman við Saudi-deildina. Þetta er... Hvort deildin heldur þessi sterkari? MLS. Já? Ég myndi segja það, sko. Er þetta ekki svipað þar, designated players, og svo ertu samt bara með miklu lélegri leikmenn þess að milli í Saudi. Já, ég myndi halda það heima leikmennum, sko. Já, það er eitthvað, ég veit ekki hvað máttu vera marga útlinga hann í Saudi. Já. En þarna, svo ertu með undir líka í MLS, ertu með svona, heitir CAM, og ég veit ekki fyrir hvað stendur. Ég var einn af þeim sem er svona international, þá er ég að taka international pláss. Já. Og svo eru þeir að treyta því á milli sín, sko. Spottum, segjum bara eins og ég fari, þá er laust international spot, þá bara ég sel það bara að treyta því til eitthvað annað liðs. Þetta er náttúrulega allt treyt. Það er bara með picks og treyt. Er ekki picks í þetta háskólaboltanum og svona dæmi? Jú, það er bara, og svo er, þú hefur líka ekkert, ef þú ert ekki designated, þá hefur ekkert að segja, ég geti hringt í þig á morgunina og svo bara, þú ert á leiðin til Salt Lake City. Já, ok. Bakaði tösku og drullaði. Það er bara staðan. En Boston var geggjuð? Geggjuborg. Já. Til að slúta leikmannaferðlum, nokkra stuttar og hnitmiðar. Hvað er mesta ef og hefði á ferðlum þér? Kannski leiðir spurningan.
ef og hefði með hvað þá, hvort að eitthvað hefði gengið betur eða já, það gæti verið til dæmis hvað ef þjálfarinn hjá Rapid Vín hefði ekki ég get sagt sem dæmi, bara eins og Raggi Sig hann sagði, ég hefði ótt að standa mig betur hjá Fúla eða eitthvað, skilur ég, eins og ég segi, þú veist, ef maður tekur Ragga á þetta, þú veist, þá Rapid tíminn sem að ég svona hefði átt að gera miklu betur. Hefur oft hugsað þetta samtal sem átti við þjálfarinn alveg í byrjun? Já. Þá var þetta bara, þú veist, ég fekk tíma og ég fekk bara, þú veist, hann sagði bara það skiptir ekki máli hvað það hefur kostað eða neitt, skilur, þú veist bara að fara að koma inn í þetta, það leikmaður undan þér núna sem að vera svo að fara að selja eftir tímabilið og þú færið allan hennan tíma til þess að aðlagast en svo fer hann og þá einhvern veginn ég bara settur inn, þú ert bara að fara þú kostar þetta og þú skalt bara sína þetta, skilur Þú enda samt alveg að spila fullt að leikjum Já, en ég bara einhvern veginn deliver ekki Nei og það þá bara, ef maður, eins og segi, maður hugsa tilbaka þá það bara hausinn, skilur sem var ekki rétt skrúðar á, sko Já, vel svara Kemur til greina að enda þetta í Prem bestu deildinni Bestu deildinni Ég hef ekki hugsað mikið út í það því að ég einhvern veginn, mér líður bara ótrúlega vel í líkamannum 7, 9, 13 og vil vera bara eins lengi og ég get úti, sko en eins og maður segir, þú veist, aldrei segja aldrei maður veit það ekki Líka hann ennþá bara 30, sko 31 Já. Lítur út Kornung Lítur út aðeins yngri Satt með góða rót, sko Þú veist ekki að grínast, Birgir, við erum með hlaðin þátt þetta svo mikil veisla, mér langar að ná svo öllin sko Ég var ekki að fýblast Nei, þú veist ekki að fýblast Subway, Arnór Ingi, þinn uppáhalds bátur Drekk hlaðin? Ég sko mikill Subway að sko. Það ítalsku BNT Já Elska Nei, í alvörni, þú veist, ég bara ég elska Subway, sko. Nei, í alvörni Þetta bara, ég elska Subway, sko En þarna, já, ítalsku BNT Sósur Ost á Southwest Sjálfsög, maður heyra þetta er eitthvað David Jones, ég eiginlega veit ekki hvort ég Þú ert eiginlega búin að skemma það verðum ekki Nei, sko, ég ætla svona eitt leynitrix Rut og setjum líkið þá Já, að setja döðlunar í skýr það er alveg fáránlega gott Vil ég koma einhverjum á óvart annars að hafa mikið fyrir því sko, við verðum náttúrulega að taka EM 2016 og HM 2018 Byrjum á því sko, berðu kala til Heimis Hallgrímssonar eftir að hann skiptir úr Gíslainn á gegn Argentínu á HM 2018 og fekk alla fræðina sem hefði getið orðið þín að með þú sast sem fastast nýgelaður og húslífaður á bekknum Já, þú veist, þá var maður bara smá svona sleppti mér inn á, sko en nei, ég bara ekki neitt, sko það hérna ég held að hann hefði bara átt að skilja, sko það getið að fallið maður, sko Við heiði það sameiginlegt Já Hversu gaman var að setja þetta marka á móti Englandi? Austurríki fyrir ekki Og tryggja sér leik á móti Englandi Já Það var geðveikt, sko og það var, ég náttúrulega fekk þau skilabóð því ég kom inn á frá Lalla run og that was it, sko Bara brúsarínastæl Já, þú veist, ég átti bara að hlaupa og hérna og ég maður bara komið með að kallast á sænsku pingislunga eða pingponglunga þú veist bara að á miljón leið og kemur inn og þú ert bara búinn á því, sko og það sést líka á sprettinu mér upp, þú veist, þetta er ekki dæla hægur sprettur, sko þú veist, ég er bara berjast við að bara koma mér ánga, sko og sem í marki líka, ég einhvern veginn renna honum með vinstri það er bara þvílitt lullulegt slútt, sko en fóran, sko það er ekkert spurt að því, sko Það er rosalega líka eiga bara eitthvað mesta iconic Já, þetta er bara greift inn í þjóðar Og ef það var ekki nógu vel stimplað en þá ákvað Gummi Ben bara að gera hérna glæða þetta sem bara mesta iconic moment Já, bara, það sko mjög átt að hann gerir vel, sko Bústa þetta vel Sko, nú kvöldum við Birkir Lars alltaf bara Lars en þeir eru alltaf félagar, hann og þú kallar hann Lalli Töluðu einhvern mann saman á sænsku eða Já, hann talaði stundum á sænsku Já, hann gerði það? Já. Áttu þið alveg samband svona eða, myndur þú segja það? Nei, ekkert mikið, sko Var hann eitthvað mikið í því það? Nei, hann er mjög þögull Já Og hann kemur bara með bandir svona inn á milli þegar maður býst ekkert við því Já Var hann fyndinn eða? Hann er nefnilega mjög alvarlegur en hann er mjög fyndinn þegar hann kemur með bandirinn, sko
þannig þá hlærðu. Varst ekki samt þarna, sko, ef við förum aðeins yfir bara andrúmsloftin sem var þarna, þú færð að spila þetta bæði á EM og HM sem alltaf bara því litt afrek sem við aldrei tekið á þér, en var það ekki bara þarna á þessum tíma, var maður ekki bara því litt þakklátur að fá að taka þátt í þessum hóp eða maður ennþá alltaf brjálæður að fá ekki verið í liðinu og svo framvegis? Já, maður vildi spila sér mest, en eins og ég kom inn á áðan, liðið var bara svo ótrúlega vel struktúrað, það var bara, þeir voru bara geggjaðir, og þá maður meira einhvern veginn bara þakkláttur fyrir að hafa verið partur af þessu, sko. Því að þetta bara margra ára, hvað maður að segja, þeir eru búin að byggja þetta upp í svo mörg ár, þetta spesifík lið, og svo einhvern veginn kem ég náttúrulega alveg frekar bakdýra megin inn á EM. Já. Ef maður bara vera alveg hreinskilinn. Já, hvernig var það? Það bara, Rúrik náttúrulega bara... Já, ég basically einhvern veginn tek spottið af Rúrik, en hann fer í aðgerð og eitthvað meiddur. Og svo stendi ég mig bara vel í þeim leikjum sem að ég fæ fyrir EM. Var það, ég ætlaði að spyrja því, sko, hvenær byrjaði að fá smjörþefin af landsliðinu? Það var Pólland úti 2015. Já, bara rétt fyrir EM. Já, þá var ég bara ekki eins og að hugsa út í þetta, sko, ég var bara, ég var alveg hreinskilinn, þá var ég heimi í Counter-Strike, sko, svo fæ ég símtal þegar þú var í landsliði, þannig að þetta var mjög súrealist, á þeim tímapunkti, maður bara þvílíkt stoltur, sko, og svo einhvern veginn, stendum bara vel í þessu leik sem ég fæ, skori í janúarverkefninu, svo skora á móti Danmörku, skora á móti Gríklandi, þannig að einhvern veginn svona, ég vann mér þetta líka inn, það er bara, þegar þú færi sénsinn taktan, og þetta bara gott dæmi það, sko. Líka, ekki hægt að segja það að það er að koma inn í lið á okkur tímapunkti, þetta hlýtur að vera einhver besti tímapunkti til að koma inn í lið sem þetta að velja. Bara EM og HM framöndan. Já, þannig að þetta var, eins og ég segi, ég þurfti að vinna fyrir mínu séns, og ég gerði það, og þannig að ég bara mjög hafa komið akkurat inn á þessu tímapunkti og fá að upplifa EM og HM. EM 2016 versus HM 2018 hópurinn, hver vinna? EM 2016. Já. Hvað hafði 2016 liðið sem 18 liðið hefði ekki? Við komumst ekki áfram. Já, ég er á svona spilanlega séð, sko. Já. Ég er að segja bara að þú myndir stilla, þessu liðið myndir keppa. Já, var ekki liðin samt frekar eins? Já, þið vantar eitt post frammi. Já. 2018 liðið. Já, reyndar rétt. Og ekki svo í hún þetta. Hann var þetta 2018 en þeir voru djöflast þarna frammi. Já, þeir voru djöflast. Ságat djöflast maður. Hann var að banka á dyrnar. Hann spurði hvort hann mætti koma inn. Hvað? Jóndaði? Já. Í landsliði? Já. Eðlilega. Já, hann bara síminn minn eða virkur. Já, gott að blessa. En sko, var ekki líka, var það ekki kannski líka þannig til að svona aðeins spara frá spurningunni, eins og segir, Heimir var kannski tilbúin að rótera aðeins meira, Lars, hann var bara, þetta var kannski aðeins meira establisera lið 2016. Jú, það var einhvern veginn bara, þeir vissu, eins og segi, við vissum það líka 2018, en einhvern veginn, bara eins og ég segi, bara kom strax út 2016, það er bara eitthvað vegna því að mögulega, bara í minningunni var þetta einhvern veginn miklu bara betra þá, en samt einhvern veginn ekki mikil breyting á hvernig við spiluðum eða hvernig hlutinni voru lagðir upp milli þessara keppna, en já, ég verði eiginlega bara að fá að segja 2016 og ekki útskýra það. Sem leikmaður EM eða HM, hvort finnum maður mun á þessum keppnum? EM, fyrir mér kannski eðlilega, en það er líka einhvern veginn bara hvernig umgjörinn var í kringum EM og hvar við vorum lókeitaðir, þetta var bara geðveikt, við vorum hann í Annecy, bara upp í Ölpunum, horfðum yfir Annecy og yfir Alpana og allt þetta, þannig að einhvern veginn uppliðinu vorum einir á hótelinu, það var, þetta var einhvern veginn bara svo sturlað, einhvern veginn bara svona líka í fyrsta skipti að fá að upplifa stormót. Ég heyrði gott viðtalið Birki Má á .net daginn, það sem hann spurði þessi Tómas Þór okkar maður, spurði hann sko hvenær áttarðu á því og varst komin á EM, sko, og það var eiginlega bara í rútin og leiðin á völlin. Ertu sammálaðið? Ég sammálaði, sko. Já. Maður einhvern veginn, jú, það var rosa gaman og maður var kannski smá ungur hérna, en hérna einhvern veginn svo einhvern veginn
voru bara mættir að fara að spila móti Portugal á EM maður bara svona, herru, nú fókus þannig að, jú, ég alveg sammála með Birki, sko þetta var alveg, maður þurfti alveg að pinch yourself, sko, maður þurfti að klípa eins í sig, sko Ef við horfum í baksýnisspegilinn besta tímabilið sem leikmaður var það alveg? Já, sko 2015 statistically var það best en 2019 fannst mér vera að spila miklu betur þá í Malmö og svo akkurat núna finnst mér samt vera að spila minn besta fótbolta sem ég hef spilað á ferli. Er það ekki það? Jú. Finnst þér þú líka þarna aftur ennþá mjög ungur er aldurinn eitthvað að hafa áhrif á þig? Finnur þú einhvern mun að sjálfu þér núna bara fyrir 2-3 árum eða eitthvað? Nei, eiginlega ekki, sko. Þú veist, jú, eðlilega, en maður bara þarf aðeins að sjá betur um sig og huga að sér, en hérna nei, þú veist, ég einhvern veginn bara, mér líður ótrúlega vel og eins og ég segi, maður líður ungum bara einhvern veginn og hvað maður segja, endur fættu bara, þú veist, í þá nýrri innan gesalappa stöðu. Búin að vera hepp með meðslip á sigast eða ekki? Þú fórst út af þetta í lokleiks daginn, hvað var það? Að það var non-contact þegar þú fórst út af í landsleikum daginn? Já, en svo spilaði hann Já, ég hafði miklar ágjör af því. Já, það var, ég fekk aðeins aftur henni í lærið. Hvaða leikur var þetta þurr? Ísrael. Já. En þá var bara tók ég ákvörðun sjálfur á vellinum að þú veist, ég vil ekki halda áfram og eiga í séns á að missa af Úkraínuleiknum þó svo að það var svona bara smávægileg tóknun á móti Ísrael. Á hverju ertu stolt aftur þegar þú lítur tilbaka? Fótboltaferlinum EM að hafa verið partur af og einhvern veginn setja sitt líka, þú veist, gera eitthvað á EM, þú veist, fyrir Ísland og á stórmóti. Já, það er fínt. Geðveikt. Það er komið riddarspurningunum í bland við almennar spurningar. Já. Það er eitt sem ég langar að ræða, nú þurfum við búin að ræða fótboltaferlin, það langar mig að spyrja út í hvað þið finnst gaman að gera þegar þú ert ekki að spila fótbolta. Það er golf. Hvað er með fórgjöf? Skráð 8-6. Það eru allir svo góðir, sko, fótboltamenn. En það, ég held að það sé bara competitiveness, ég get ekki verið lélugur í ykkur. En þarna, já, golf, tölvuleikir. Já, hvaða leikir það helst? Akkurat núna er ég Call of Duty. Já, og spila það því ég hef tíma. Já, Counter-Strike í gegnum tíðina kannski líka? Já, ég byrjaði Counter-Strike, ég var 13 eða 14 eða eitthvað. Já, þessi tveir helst á eða? Já, eða bara engin annars. Nei, hefur þú getað ná langt í Counter-Strike og hefur lett það fyrir? Eflaust. Ég er með hausinn í það, sko. Já. Kemur stundum heim eftir góðan tapleik og bara ástu mér ekki talað með, ég ætla að lesa minn herbyggin núna og spila þess? Það fer eftir klukka hvað leikurinn er. Já. Hvort að börnin séu sofnuð. Ef þið eru sofnuð þá bara góða nótt ástu mín. Ég farin inn. Going dark. En þetta er líka, þú veist, fyrir mann sem að býr í útlöndum, hittir ekki vinni sína og vandamenn, leið til að væntanlega tengja við þá. Já, og það er einhvern veginn það besta við þetta, er allt skítatali sem að er talað á milli okkar vinnana, sko. Þú veist, við erum bara að bulla og rugli í hverjum örum og hlæja og hafa gaman, þú veist, þegar maður hittir á ekki oft, sko. Þannig að pluss það náttúrulega, þá vil maður vinna sem flesta leiki í þessu. Já, sko, áttu einhver skemmtileg lobby handa okkur? Hefur spilað með einhverjum kannski frægum? Frægum? Hefur Kili læst í... Nei, ég er ekki Arnór Sig, sko. En þarna, nei, þú veist, þegar ég hoppa online, þú veist, þá er það bara með strákonu, sko. Bara fyrir við, það er bara groupchat og svo er bara on, þú veist, og það er bara, já, ok, fyrstu 4, þeir eru bara fara að spila, sko. Þannig, en nei, ekkert, þú veist, Íslending, þú veist, það var Steindi var með eitthvað mót þarna í verið dansk, held ég, eitthvað, þarna gamla kott. Já. Já, Steindi, baka hann og sá. Er það Deiglan? Í hérna Counter-Strike? Nei, það er AK-in, sko. Ég er ekkert ofsalega góð með Deiglunni, sko. En þegar hún kikkar inn, þá kikkar hún inn, sko.
Skemmtilegt, mjög skemmtilegt. Við færum okkur yfir í riddarspurningarnar og það sjálfsög í boði bónus. Bónussokkarnir eru mættir á 898 krónur og þeir eru ekki að bragðgóður og bræðrefurinn sem hann var að droppa líka. Hann svakalur, einni á góðu verði og þeir eru líka með mjög gott úrval af ferskum ávöxtum. Þeir eru með einföld skilaboð, Birkir. Allir með 6 í endastaf, drífa sig sko. Sem fyrst. Það komið að riddarspurningunum. Orri Rafn spyr hvort það skemmtilega að hafa Phil Foden í vasanum á Wembley eða skora sigurmarki á móti Austurríki á EM 2016. Sigurmarki á móti Austurríki á EM sko. Hann losaði Foden á vasanum á. Ég vissi ekki að landsbúningum væri með vasa eða þú veist. Þú varst meðan hann að bara var hann á milli nærbústana og ærisins eða hver geymdur hann eða? Nei, ég fekk að heyra þetta. Ég alveg tala, ég var ekkert mikið að pæla, ég hugsaði tilbaka í hennar leik, þá var ég ekkert, held ég eitthvað mikið meira en einhver annar sko. Nei. Þetta er búin besti leikmaður Prem og Arnór Ingvi að setja hann í vasanum sér. Já. Ég veit ekki, já. Hann samt mjög góður í fótbolta sko. Þvæla. Hver helsti munurinn á að spila félagslega og landsliðsbolta? Þú gerir ekki mistök í landsliðsfótbolta. Nei. Þeir eru refsa fyrir þeim leið og þetta úrslita business í landsliði, þú veist, það ekkert spilum bara næsta leik, Besta lið sem hefur reynd að fá þig? Orðrómur er nóg. Orðrómur er nóg. Það var Aston Villa og Brentford. Já, held ég verið að gefa þeim þetta. Já, hvenær er þetta? Þetta þegar ég var í Malmö. Já, vel gert. Martin Hermann spyr hver besti körfubolta maður sem þú spila fótbolta? Held að nafni átti ekki að koma strax. Þetta er fyrsta byrja og svo nafnið. Sko, þetta er mjög leiðandi spurning, sko. Já. En ég væri mjög til í þetta eða út með eitthvað annað. Ég er að fara að skjóta tilbaka, sko. Ég ætla að segja Elfam Friðriks. Já, hann er reyndar. Við vorum upp alla englokana saman í bæði fótbolta og körfubolta sko. Já, Martin verður örugglega ekki einu svona sár út í það. Nei. Hvar leiði best og af hverju? Hvar? Á ferlinum. Á ferlinum, já. Í Malmö. Já. Okkur leiði ótrúlega vel aðna, eignust dóttur okkar þar og bara leiði mjög vel í Malmö sko. Já. Hilmar Halldór spyr, var gaman í Big 25 hjá Arnóri Sig? Það var fjör. Gísli Þór spyr, erfiðustu andstæðingar upp yngreflokkana? Það var í sjömannabolta var að Skæin. Já, ég held að þessi hafi verið í því liði sko. Já, hann var á markmaður. En hann var mjög segur sko. Já, leiðandi spurning. En Ía voru mjög góði sko. Já. Það var alltaf svakalegu leikur, það var Njarðvík Ía sko. Gáttu blikarnir ekki neitt hann það? Ekki einhvern veginn, ég spilaði ekkert mikið við það í sjömannabolta, minni mig, en þeir voru ótrúlega góðir í þriðaflokki. Já, Sverrir Ingi. Já, það var Tommi. Tópas Óli. Geðvig. Geggjaður, það var bara sturlaður í fótbolta sko. Andri Jóman, Árni Vil. Maður hefði bara sleiðið munnin hérna. Nei, þeir voru, við einmitt unnu á í bikarúrslitum. Já. Þetta árið þarna. Það var ósakjönd. Einhver víti á 90. myndu. Já. Tommi, hann klúraði sko. Já. Það var í framlíkingu sko. Brautan. Já, brautan sko. Varst ekkert stressaður að þetta er svo stórt moment. Arnþór Máni spyr, varst ekkert stressaður að markmaðurinn myndi verja frá þér á móti Austurríki? Ég einhvern veginn pældi ekkert í því, ég bara pældi í það að setja hann á markið. Já. En þegar ég horfi á þetta aftur, þú veist, þá skil ég ekki hvernig hann var þetta ekki. Ég er eiginlega að vera samfélagur. Þetta var náttúrulega bara sjokking skot, skil ég. Hann var samt bara svo fljótur á leiðinni. Já, þú veist, ég einhvern veginn pælti í hvernig hann hugsaði, hvort að ég væri að fara að setja hann í fjær og hann einhvern veginn fótavinn hann eitthvað, en nei, þetta var sjokking, sko. Eins og ég segi, þú veist, það spyr enginn að hvernig hann fór inn, hann fór inn, skilur. Ernir Artbergs, hann er með eina góða hérna. Var það fyrsta sem hann hugsaði þegar hann skoraði á móti Austurríki? Yes, nú kaupa Chelsea mig. Það er, þú veist, sko ég alveg niður tala, þá fór ég í, sem sagt, að ég man eftir þegar Birkir Bjarna hoppaði á mig og svo man ég ekki meira fyrir en ég losnaði úr þegar leikmenn fór að labba aftur á bekkin. Í alvörunni? Já, ég blakkaði út. Sæll. Og ég sverða, ég man það ekki, sko.
sama hversu ég reyna að hugsa en ég man það ekki sko. Ég man bara eftir að ég var að kafna undir hérna eitthvað og svo bara stend ég upp og bara svona áttaði mig á herri, ég var að skora á EM hérna, þú veist líka sést á fagninu mín einhvern veginn. Ég ætla að spyrja, fagnaðir eitthvað? Já, ég stóð bara og setti hendurnar upp eitthvað, eins og okkur hálfviti, skilju, lyfti upp í hotfóna eða, nýslætaði eða eitthvað, skilju, ég fraus að það bara eins og eitthvað, ég veit ekki hvað, sko. Ég var einmitt að horfa á, endursýningur á markina Jónsdags og hann renni sér í hotfónan á fullum vemb. Já, ég átti bara að gera þetta. Já, eðlið. Já, en ég gerði það ekki, ég stóð eins og okkur fuglarhraðar, sko. Ertu ekkert með eitthvað signature fagn? Ertu ekki með eitthvað skemmtilegt? Nei, ég er ekkert mikið í því, sko. Ég set hendurnar út bara eitthvað og hleyp eitthvað. Já, tekur sussi og... Rétt moment, kannski. Hvað finnst þér Vító Hammershøi? Vító Hammershøi? Hann ágætur í fótbolta. Þessi frá Ísaki Bergmann. Já, hann hann getur betur. Hann getur betur. Sjá hvort Ronaldo eða Messi með meira presence? Ronaldo. Já. Allan daginn. Hann eins og... United hjarta. Nei, Messi fyrir mér í dag Messi, hann betri fótboltamaður og allt það. Ok. Bara... Ég sá Ronaldo hana á Laugardalsvelli, þröngur gangur og hann að labba á móti mér og ég fannst þetta eins og þetta væri bara eitthvað mannequin. Þetta var bara eitthvað svona fígúra. Bara hvernig andlitið hans shapeað, æðarnar á kálfunum á honum og allt, hann var bara hana og maður bara svona shit. Þannig að ég var að gefa Ronaldo þetta. Já. Það bara komið að hraðarspurningunum, Birkir. Já. Í boði Kemi og Ellingsen. Það eru að sjálfsögja bóði Kemi og Ellingsen og minnum aftur á það duggarnir, mögulega ekki kannski senaskipti en þeir eru frábærir. Kaupa ykkur duggara stúdíónafni, það að losna Ellingsen stúdíó, það fráfærandi. Svo eru sjálfsögja með Kemi og þeir eru með einföld skilabóð eins og fyrir daginn. Ekki velja bara eitthvað. Veldu gæði, veldu boss. Veldu gæði, veldu boss. Ef þú vilt að bíllinn allavega starta mótnana, þá mæli ég með því. Já, miklu frekar ef þú vilt ekki að klikki. Já, eða það. Veldu það boss. Jæja, Arnór Ingvi, ertu komin í stellingar fyrir loka liðin? Já. Hann vanur pressunni, sko. Já, hann hefur alveg verið stressaður, held ég. Já. Ertu eða hefur þið verið með einhverja hjátrú sem leikmaður? Já, eða hún ekkert mikil en ég set hægri legglíðan alltaf á mig fyrst og það verður að vera hægri. Já. Og reyma vinstri skóa minn fyrst. Ok. Hægri. Hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir að þessu? Ég held að það hafi verið í Norrköping fyrir 2015 síðan það hef ég ekki hætt. Hefur þið verslað í Sútöp? Já. Sjálfsög. Enda smekkmaður uppáhaldsvöllu sem þú spilað? Wembley. Erfiðasti andstæðingur sem þú mætti á ferlinn? Ekki fyrir fótinn allan, ég held að segja Luka Modric. Já. Langar að gefa einu sjáttina sem hann talaði fyrir þátt. Engolo. Já, reyndar, hann líka, hann pakkaði mig saman. En Modric held ég kom fyrst upp núna. Hann bara, það er ekki þetta dekkan. Nei. Það ekki hægt. En getur lýst, sorry, að það margir Chelsea menn að hlusta Engolo, akkur svona þetta að spila mútið kanti? Hann svo ótrúlega klár og hann svo, ég veit ekki, það bara, maður snýr með boltana, þá hann bara mættur í grill á þér. Þú fær engan tíma og hann einhvern veginn bara pakka þér saman, og hann bara, og líður bara vel með það, sko. Það ekki það? Jú, hann bara... Þú bróðsuna bara það til því? Hann alveg sama, sko. Þannig að, hann svona ruthless og maður veit ekki hvort hann sé alvarlegur eða, hann bara eins og hann það fær ekkert svona frá honum. Ég get ekki ímyndar að mæta Engolo Kanti, sko. Hvað færður á búllunni? Ég fæði mig bara hamburger tilbúði, sko. Já, tilbúða aldarinnar. Já, rétt. Sér eittur í eldhúsinu, spyrir bónus. Ég með kjúklingrétt. Já. Það rautt pesto, fetaostur og döðlur og blanda því saman og blanda þá kjúklingnum
í svona strimlað setja hann í opn og teka hann út þegar það er svona 5 mínútur eftir þá setja ég ost yfir og Doritos yfir það líka. Já, þetta er hann svangur núna sjá uppáhalds tónlistarmaður Kygo. Vá, skemmtilegt. Það er Norsarinn Knái. Kaffi, síkó eða búdvar? Ég tek kaffið. Já. Púði eða kollab? Púði eða kollab. Nikotín púði eða kollab? Ekki kollabinn? Ég tek kollabinn. Alltaf kollabinn. Hvenær ertu næst að fara með bílinn í skoðun hjá Frumra? Ég held á morgun bara. Hvað ætli drífa þig? Ég vil fylgjast með þér. Látum okkur sjá, sko þetta er nú að heita hraðspurningar, maður að taka þetta tíma hérna. Ég heldur séum bara, Birkir, ef þú viljið bæta einhverju við, þá hefur bara... Nei, það er bara loka spurningin, búið að vera frábært kvöld, takk fyrir komuna Arnór Ingvi. Eitt ráð til ungran knattspyrnumanna, loka spurningin. Hafðu trúað þér, eins og ég segi, ef að þú hefur ekki trúað þér eða stendur ekki með sjálfur þá gerir það enginn og bara láttu þið dreyma. Arnór Ingvi Traustason, takk kærlega fyrir kvöldi, takk fyrir komuna. Takk kærlega.